Ég að fara upp, sko. Þetta á? Nei. Jú, þetta er komið á. Góðan og blessaðan daginn og hjartalega velkomin og gott að sjá að þið náðuð hingað lifandi. Þegar ég vaknaði í morgun þá hugsaði ég bara, sængi mín er heit og hlý og mig langar. En þetta verður ótrúlega skemmtilegt hjá okkur í dag. Við erum að fara að fá mjög fjölbreyttar kynningar á uppbyggingu í borginni. Ekki bara fyrir fólk, þetta er líka fyrir lífverur, aðra lífverur, dýr og gróður. En ég ætla ekki að hanga hérna og segja brandara, enda var ég ekki búin að undirbúa neina og ætla að passa mig vel á því af því að ég hef bara 1 mínútu á milli til þess að kynna fólk. Og mig langar að bjóða hjartalega velkomna á svið Heiðu Björgu Hilmisdóttur, borgarstjóra, og hún ætlar að fara með okkur í borgarlínuna og fljúga hérna yfir borgina. Þetta verður geggjað. Heiða Björg, gjörðu svo vel, gefið henni gott klap. Takk fyrir og takk fyrir að koma öll á þessa húsnæðishátíð Reykjavíkurborgar. Þetta er alltaf svona, þetta er svona einn af stærri dögum ársins, því þó að auðvitað borg sé fyrst og fremst fólk og samfélag, þá þurfum við öll og viljum öll einhvers staðar að búa. Við viljum að borgin okkur sé góð og falleg og taki vel utan um okkur. Og eitt af svona stærstu verkefnum okkar sem erum í borgarstjórn á hverjum tíma er einmitt að byggja borg fyrir fólk. Að tryggja að allir geti fundið sér heimili og upplifað öryggi og að vaxa. Og í svona vinsælli borg, eins og Reykjavíkurborg þá er þetta eiginlega okkar svona uppskeru hátíð ári hverju. Við erum ég lagði fyrir borgarráð í gær nýja húsnæðisáætlun til 10 ára og við förum í svona aðeins inn í það en líka bara hvað er búið að gerast síðan síðast. Sem er satt að segja heilmikið. Af því að það er svolítið svona grunnurinn að farsælu samfélagi, að við getum öll fundið okkur heimili og fyrir ári síðan þá vorum við hér nýtekin við nýr meirihluti sem við ákveðum að kalla okkur samstarfsflokkana. Við ákveðum að nálgast þetta sem stórt og mikið samstarfsverkefni, settum okkur mjög brött markmið fyrir 1 ár, venjulega að fá meirihlutar 4 ár, en þetta er búið að vera sprettur og ég hlakka til að fá að segja ykkur svolítið meira frá því hvað við gerðum. Og þið kannski munið sem voru hérna fyrir ári síðan eftir okkar bleiku áherslum, það var nefnilega þannig fyrsta árið sem ég var í borgarstjórn og þau voru bara kallar sem töluðu á þessum fundi. Það var svona stundum sendum við kellingar einhverja svona ályktanir frá okkur, eitthvað svona konur koma líka nálægt húsnæðismálum og ég veit ekki hvort að það var eitthvað í undirmeðvitundinni þegar við gerðum hana meirihlutasáttmála með þessum bleika lit en þetta var reyndar ekki mjög djúpt hugsað. Og hún, Sigrún sem hannaði þetta fyrir okkur, kannski bara fann þetta út fyrir okkur. En þetta voru þessar 6 megináherslur sem ég kynnti fyrir ykkur fyrra, þá glæri nýr meirihluti. Og mér fannst mikilvægt núna á þessum fundi að sýna ykkur fram á það að þetta eru ekki bara orð á blaði. Við erum virkilega búin að vera að vinna að þessum áherslum allan tíman sem við höfum fengið. Þetta var auðvitað fyrsta, við ákváðum að leita út fyrir borgarmörkin þó að hér búi og vinni auðvitað stærstu og mestu sérfræðingar í eiginlega öllu að þá ákváðum við að fá til liðs við okkur verkalýðshreyfinguna til þess að vinna með okkur í því hvernig getum við hraðar byggt upp góð hverfi þar sem að fólk vill búa, þar sem að innviðirnir byggjast upp á sama tíma. Getum við einhvern veginn tryggt að fjárfestingin verði þannig að það kom ekki bara íbúðir fyrst og svo komu göturnar seinna og skólinn enn seinna og við getum einhvern veginn gert þetta meira í takt og verði meiri fyrirsjáanleiki. Og við settum okkur þetta markmið eftir að hafa rætt aðeins við þau meðan við vorum að mynda meirihlutann. Hér á húsnæðisfundinum í fyrra undirrituðum við hér með forsetum heildarsamtakanna BSRB og ASÍ, settum strax af stað vinnu sem að skilaði svona ákveðnum lausnum. Við vorum alveg að vonast til að það væri einfaldara en það er alltaf þannig í lífinu að það er ekki alltaf jafn einfalt og maður vill en þær eru samt mjög góðar og það er framhaldsvinna í gangi núna og við settum á stað núna starfshóp sem hefur verið að vinna að þessu síðan og hún Margrét Lilja mun segja ykkur meira frá því eftir hvar við erum stödd í því ferli og hvernig það gengur og hvernig við ætlum okkur að taka næstu skref.
Þetta svæði sem við höfðum augastað á. Það hérna fyrir ofan. Margir vilja tala það að brjóta nýtt land. Við töljum meira að nýta nýtt land fyrir fólk. Við erum ekki að brjóta neitt, við erum að byggja og við erum að búa til framtíð og þarna verður þessi nýja byggð sem við höfum verið að hanna núna og þó svo við tölum hennar hraða og við fórum í þessa vinnu með verkalýðshreyfingunni, þá vorum við á engan hátt að leggja neitt minni áherslu á gæði. Þvert á móti, það líka hugmyndin að þú sért að horfa þá á heilt hverfi, þá innviðir sem þurfa að vera til í því hverfi og hvernig við getum tryggt að þeir byggjast upp samhliða. Og það það sem að mér finnst svo mikilvægt í þessu, ekki bara af því ég ólst sjálf upp í hverfi, þar sem voru svona hús og engir innviðir og maður lék sér í grunnum og alls konar sem væri náttúrulega bara, í svo foreldrar okkar öll handtekin í dag fyrir vanrækslu. Það ekkert af því, heldur vegna þess að það svo mikilvægt þegar þú flytur eitthvað að þú upplifir að barnið geti labbað í skólan eða þú getur auðveldlega, þurfir ekki að vera háður því að eiga bíl til að komast í vinnuna eða að séu bara svona lífið þitt gangi strax býsna vel og við bjóðum upp á þessu fallegu innviði. Þannig á þessu fallega landi vona ég að þarna muni rísa þetta nýja hverfi með þessum fjölbreyttu búsetukostum. Við fórum samtímis nefnilega í rammaskipulag svona samkeppni hvernig fólk vildi sjá þetta nýja hverfi fyrir sér. Og ég sá að sum ykkur voru að skoða hérna á göngunum áðan og ég hveti ykkur allir þess að gera það. Við fengum nokkra tillögur og munum segja ykkur frá því og eftir hverjir fá verðlaunin fyrir þetta. Gríðarlega spennandi. Og þetta svo dásamlegt, þetta svo nálægt Úlfarsfellinu sem nú eitt af vinsælustu útivistarsvæðum Reykvíkinga. Fólk hleypur hérna upp oft á dag og við sjáum tengsli við náttúruna og svo margt fallegt sem við eigum eftir að leggja áherslu á. Nú, við höfum líka ekki bara verið að skoða framtíðina með verkalýðshreyfinguna, við höfum líka bara verið að halda áfram að byggja upp þessar íbúðir. Við settum okkur markmið að byggja 1000 íbúðir með Bjargi. Áætlum að það verði 900 á næsta ári og það hefur gengið vel. Við höfum verið að taka skóflustungur á þessu ári. Fyrir síðasta húsi hérna í Hlíðarenda og við erum núna að vinna á næstu viljayfirlýsingu með Bjargi þannig við getum tryggt þennan fyrirsjáanleika sem að þau þurfa að halda til þess að geta hjálpa okkur að byggja hús fyrir alla. Af því að við erum jú alls konar í þessari borg, við erum með misháar tekjur eða misháar langanir eða annað slíkt og Bjarg hefur sannarlega komið sterkt inn með þessum 100 íbúa í Reykjavík og sem við styrkjum að sjálfsögðu með stofnframlögum og samningum við þau. Þannig að við erum að vænta þess að íbúðirnar verða 900 á næsta ári og við þurfum þá að vera tilbúin með samning sem við ætlum að gera núna vonandi viljayfirlýsingu fyrir lok næsta mánaðar. Það verður spennandi að sjá. Nú, við höfum líka aukið samtal við ríkið og ríkisstjórnina. Við tókum þátt í gerð fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar. Við höfum fagnað því að það hefur verið áhersla á að einfalda svona regluverk og annað, margt sem að Reykjavíkurborg hefur kallað eftir sem núna að verða veruleika sem við fögnum mikið. Það samhljómur þarna á milli og ég fagnaði líka sem við erum að gera núna varðandi svona takmarka aðeins notkun fólks á því að nota húsnæði bara sem fjárfestingaeignir og útleigueignir og við séum meira að sjá það íbúðir sem við erum að byggja upp sem íbúðir fyrir fólk í borginni sem íbúðir fyrir fólk. Því að auðvitað allt í lagi þó að fólk sé að nýta leigja út eignina sína eða fyrir sumarfrí og annað slíkt en það hefur svona borið á því að of margar íbúðir kannski eru fastar í einhverju útleigu. Þannig við fögnum því líka og höldum áfram að vinna með ríkisstjórninu og ég veit að við munum kynna líka nýjar áfanga þar núna í apríl. Erum í miðju kafi þar að ná skemmtilegum samningum sem að þið getið beðið eftir. Nú, fjölbreytt búsetuform og kjarnasamfélög. Það hluti af því að við erum ekki, borgarstjórn ekki þannig að við ætlum að segja fólki hvernig það á að búa. Við erum að búa til borg þar sem fólk á að geta fundið sér stað til að búa. Og við ætlum ekki að ákveða fyrirfram hvernig allir vilja hafa það. Og við höfum fundið fyrir auknum áhuga frá fólki sem langar að búa til svona einhvers konar kjarnasamfélög. Búa, mynda samvinnufélög og búa og vera með sameiginleg rými og slíkt. Þetta settum við inn í stefnun okkar í fyrra.
Ég veit að stúdendagarðar hafa svolítið verið að vinna með þetta og fleiri og þetta ekki eitthvað nýtt, þetta var ekki talað kommunur og svona í gamla daga, þetta kannski eitthvað forma af einhverju slíku sem að koma aftur, sem að fólk bjó saman og ræktaði grænmeti og hafði gaman. Það alls konar til og borgin okkar á að vera þannig að við getum einhvern veginn stutt við fólk sem að langar að eiga bara sitt besta mögulega líf í okkar borg. Og ég mjög spennt að segja ykkur frá því að við munum kynna í rauninni þetta hér aðeins betur á eftir. Við höfum unnið mikið að þessu og það við munum segja ykkur betur frá því á eftir. Hér, Þórhildur Bryndís mun svona aðeins fara yfir það með okkur hvernig við sjáum þetta fyrir okkur í borginni og hvaða lóðir við höfum séð fyrir okkur að auglýsa fyrir svona kjarnasamfélög. Núna, og svo þetta bara eitthvað sem að Reykjavíkurborg þekkt fyrir og reið á vaðið með, það voru þessi smáhýsi fyrir fólk sem ekki getur útvegað sér húsnæði sjálft. Þetta húsnæði fyrst, vegna þess að til þess að geta átt gott líf þá þarftu að eiga heima einhvers staðar. Það rosalega erfitt ef þú átt hvergi heima ætla að taka einhver skref í lífinu. Alveg sem hvað það hvort þú ert að fara að mennta þig eða hvort þig langar að lesa bók eða hvort þig langar að hætta að nota vímuefni eða hvort þig langar að ná tengsli við mömmu þína eða það rosalega erfitt ef þú átt hvergi heima að halda þaðan áfram. Og þessi hús hafa núna sannað sig með þeirri þjónustu sem þeim fylgir. Og ég mjög stolt af þessu og mér finnst að borgin okkar og öll sveitarfélög í landinu ættu í rauninni alltaf að vera að huga þessu því húsnæði í rauninni ekki bara húsnæði, þetta líka bara grunnþörf fólks til þess að geta vaxið sem manneskja og til þess að geta fungerað í samfélaginu okkar sem að við eigum öll saman og erum jafn mikilvæg í. Nú, svo töluðum við lóðabrask, það voru einhverjum mótgjafar yfir því, það bara fínt. Það kannski brask, ekki bara fallegasta orðið og eitthvað, en það þetta þegar fólk alltaf að selja aftur lóðir því að við erum að skipuleggja og við viljum sjá byggð og við erum að segja við erum að skipuleggja hér þetta margar íbúðir og við vorum að útluta þetta mörgu og svo þegar það hefur byrjað að fara að rúlla í sölu og kannski kemur næsti aðili og við aftur hanna allt saman og við hönnum allt og svo það aftur einhvern veginn og svo kemur næsti og þetta ekki endilega þetta tefur uppbyggingu þannig að við höfum verið og sem betur fer fengið kannski aðeins frekari lagaheimildir og annars slíkt til þess að gera þetta settum að stað vinnu um leið og við tókumst til handa og ég veit að kannski í þessari dagskrá í dag fannst ykkur ekki síðast erindi mest spennandi einhverjir ferlar og eitthvað inn á umhverfis- og skipulagssviði en þá erum við svolítið útskýra fyrir ykkur hvernig við höfum verið að reyna að vinna því að þið sem eru að byggja upp borgina að því Reykjavíkurborg í rauninni minnst að byggja Reykjavíkurborg samstarfsaðili ykkar sem búið og byggja í borginni hvernig við höfum verið að reyna að einfalda það og gera það betur og eitt af því fyrsta sem við gerðum var að flytja starfsfólk af skrifstofu borgarstjóra yfir á umhverfis- og skipulagssvið þannig að allir væru einhvern veginn að vinna saman á sama sömu skrifstofunni, vil ekki segja færiband af því þetta auðvitað ekki færiband, þetta fer í alls konar hringi þannig að við værum að straumlaga þetta og líka þeir uppbyggingaraðilar sem eru að vinna í borginni framtíðarsýnin okkar að þeir hafi allir sinn tengilið og við séum ekki með alla í sömu röð og við vitum einhvern veginn miklu betur hvernig við erum að gera þetta og ég farin að sjá núna það auðvitað alltaf flókið að fyrir skipulagsbreytingar og við vorum alveg að velta þessu fyrir okkur með þetta ár sem við höfðum, rúma 1,5 ár en mér finnst bara alltaf þegar maður fær tækifæri til að stjórna þá á maður bara að gera það sem rétt og gera bara gagn og hvort sem að áherslunin allir afraksturinn kemur fram núna í vor eða næsta vor eða eftir 2 ár þá það jafn rétt að gera það núna og við erum farin að sjá það núna ég heyri í sumum uppbyggingaraðilum eitthvað finnst betra núna það fljótara að fá svör og þetta gengur betur og það okkar metnaður að gera það af því við þurfum sterka öfluga uppbyggingaraðila til þess að byggja upp borgina fyrir okkur með okkur fyrir fólkið okkar og með fólkinu okkar og þetta auðvitað verkefni í þróun en ég verð að fá að segja það að sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Ólöf hún hefur unnið held ég 24 tíma sólarhrings allt síðasta ára að reyna að ná þessu öllu saman og allir hér sem hafa komið nálægt þessu skipulagsbreytingum það ekki fyrst og fremst pólitíkin þetta auðvitað það sem að starfsfólki þarf að vinna og gera og straumurlega og þeir öll ótrúlega mikið hrós skilið Við lögðum líka áherslu á þessa góða borgarhönnun af því að við höfum fengið gagnrýni og stundum alveg rétt með þetta gagnrýni á að uppbyggingaraðilar hafi ekki fengið nægilega skýrar upplýsingar það hvernig gæði borgin væri að vænta.
eða hvernig útlit borgin vænti að ætti að vera eða eitthvað slíkt. Að það hafi ekki verið alveg nægilega skýrt samtal á milli. Og sumstaðar hafa risihús sem að mér finnst kannski ekkert endilega okkur til mikil sóma, en það er kannski ekki hægt að segja það sem einhverjum ákveðnum að kenna vegna þess að skipulagið og samskiptin þurfa þá bara að vera skýr. Við þurfum þá bara að vinna betur saman. Væntingar borgarbúa eru auðvitað það sem að stýrir. Skipulagsmál eru náttúrulega bara eitt stærsta lýðræðisverkefni hvers sveitarfélags. Við vinnum allt skipulag með íbúum, þeir hafa mikla og beina aðkoma að því. Það skiptir gríðarlega miklu máli að íbúar upplifi líka þá aðkomu og að þeir hafi tækifæri til þess að láta skoðanir sinni í ljós og finna á sér hlustað. Við náðum því núna að gefa út fyrstu borgarhönnunarstefnu Reykjavíkurborgar. Það sem auðvitað er ekki ný stefna, hún byggir auðvitað á því aðalskipulagi sem við samþykktum og höfum verið að vinna eftir. En þarna svona skýrar kannski sett fram fyrir þá uppbyggingaraðala sem að byggja með okkur, hvað það sem að Reykjavíkurborg að tala um. Þannig við séum bara búin að taka þetta saman, skýrar hvað erum við að tala um þegar við erum að tala um gæði í gróðri eða ljósi eða innviðum. Þetta rýma milli húsa þegar við ætlum að það sem við eigum samskipti og lifum lífin okkar. Og eins inni í íbúðunum, hvernig það eiga að vera, hvernig á samfélag okkar að mótast. Ef þið hafi ekki lesið borgarhönnunarstefnuna, hvet ég ykkur til að gera það, því hún er svolítið vel uppsett, það eru myndir og núna mun þetta þá smám saman fara skýrar inn í þau deiliskipulög sem eru samþykkt. Ég held að það sé risaskref. Ég veit að þetta er risaskref, af því það skiptir svo miklu máli að vera skýr í samskiptum og við þurfum líka að taka það til okkar og borgarbúar hafa sammælst það hvernig þeir vilja að borgin þróast og það er okkar að tryggja að svo verði. Þetta er heimili fólks, þetta er atvinnuhúsnæði, þetta er bara borgin sem við eigum öll saman. Nú, áhersla á félagslegt húsnæði, við höfum verið að leggja mikla áherslu á það. Við höfum ekki verið að byggja sjálf húsnæði nema þá fyrir fatlað fólk. Við keyptum, það eru félagi í okkar eigu, félagsbústaðir sem hafa byggt það. Þeir hafa líka byggt húsnæði fyrir heimilislausa, smáhýsin og þeir hafa að vissu leyti komið á svona. En við höfum hingað til verið að kaupa þá hluta í þeim verkefnum, uppbyggingaverkefnum sem hafa verið samþykkt í borginni. Það er ótrúlega mikilvægt að því við viljum sjá þessa félagslegu blöndun allstaðar og við viljum ekki búa til sérhús fyrir fólk sem að býr í húsnæði sem að borgin á vegna þess að það getur verið, það er ekki endilega gott samfélag þar sem við flokkum fólk eftir húsum. Þetta hefur verið gríðarlega mikilvægt og ég held að þetta sé líka góð fjárfesting fyrir ykkur sem eru að byggja upp í borginni vegna þess að það er nú bara vísindalega sannað að svona félagsleg blöndun er góð fyrir okkur öll. Þegar við kynnumst mismunandi fólki og mismunandi lífsgildum og við búum saman og eigum samskipti, þá líður okkur betur. Við erum með þetta bara tengsla dýrategund í grunninn og við þurfum tengsl til þess að líða vel og fungara. Það er rosalega mikilvægt að við byggjum upp þannig borg þar sem við finnum okkur öll pláss. Við höfum verið að skoða núna hvort við þurfum að taka stærri skref, hvort við þurfum að einhvern nátt að vera öflugur inn í þessu. Við munum tryggja það í nýjum hverfum á landi sem við erum núna að fara að nýta fyrir íbúðabyggð. Það er auðveldara fyrir okkur þegar við eigum landið að tryggja þetta. En við ákváðum núna í fjárhagsáætlun síðasta árs að setja inn sérstök stofnframlög inn í félagsbústaði, fjármagn til þess að þau geti þá keypt líka fleiri íbúðir og til þess að við getum líka styrkt þeirra rekstrargrundvöll þannig að ekki þurfa að hækka leigu á þá sem þarna leigja. Þetta er enn eitt sem við erum núna með vinnu og munum klára fyrir vorið. Hvernig við ætlum að útfæra. Af því að það skiptir ótrúlega miklu máli að vera borgin þar sem að allir finna sér stað. Og við erum auðvitað búin að vera að þróa borgina núna líka þannig að fólk þurfi ekki, að það verði ekki allir neyddir til þess að nota sama samgöngumáta. Og áratugum saman í Reykjavík þá var það dálítið þannig að við vorum búin að ákveða fyrir alla þeir ætti að nota bíl. Það var ekkert mikið val annað. Og síðustu áratugi hefur auðvitað verið byggt upp svona innviðir fyrir frekara val þar sem er okkar, því þú ert ekki bara að geta ákveðið hvernig þú býrð, þú ert líka að geta ákveðið hvernig þú vilt
ferðast á milli staða og núna hefur öll uppbygging meira og minna verið í kringum borgarlínu leguna. Nú, fundarstjórinn nefndi það og ég ætla að bjóða okkur í hana. Það alveg rétt af því að það skiptir máli að við séum að gera það sem við segjum og það líka gaman að sjá að þetta að gerast. Að því stundum sagt, þið eru alltaf að tala þessa borgarlínu og Miklubraut í stokk og göng og það gerist ekki neitt. Það alveg rosalega mikið að gerast. Ég veit að þið sem að byggja í borginni, þið vitið það. En mér finnst líka bara að við íbúar áttum okkur á því að því við kannski tökum ekkert eftir nema kannski því sem svona nálægt okkur. Að því að við erum bara þannig, við erum kannski ekki eitthvað keyrandi alla borg að fylgjast með. En það alveg ótrúlega margt að gerast. Og okkur finnst mikilvægt að þó hverfin hafi sína sérstöðu að við séum þá með þessa tryggu samgöngu ása og þetta flæði í gegnum borgina þannig að við einhvern veginn líka upplifum öll að við eigum Reykjavík af því að það svolítið svona mitt hverfi best og það frábært. Ég búin að fara núna í 10 borgarhluta borgarinnar á þessu síðasta ári. Ég búin að heimsækja alla borgarhlutana, ég búin að bjóða öllum foreldrafélögum allra leik- og grunnskóla á fund. Ég búin að funda með starfsfólki leik- og grunnskóla, stjórnendum allra grunnskóla og allra leikskóla. Íbúarnir að halda opna íbúafundi í hverfislutunum. Það allir rosalega ánægðir með sitt hverfi. Það alveg geggjað. Og meira segja, sumir segja bara ekki segja neinum hvað það geggjað að búa hérna því við viljum ekki fá alla því að þetta bara svo frábært hérna. En svo fólk ekki alltaf ánægt með Reykjavík. Og ég að vonast til þess að borgarlínu, þeir eru kannski sem að ferðast saman í gegnum borgina og finna að við erum öll í sömu borg. Og þó hverfum sé gengst, það frábært. Ég flutti sjálf á milli hverfa, ég var búin að búa í 6 hverfum eða 7 eitthvað í Reykjavík þegar ég fann hvar mér leið vel. Og ég veit ekki endilega af hverju það var. Bara fyrir utan að það frábært hverfi eins og all hinn. En við erum bara alls konar og okkur líður best á einhverjum stað en við tilheyrum samt öll Reykjavík og það minn draumur að borgarlínan muni hjálpa okkur svolítið að binda saman borgina, hjálpa okkur að ferða, það hefur góð áhrif á okkur að ferðast saman og við eigum líka að tryggja að fólk geti valið sér samgöngumáta og þá þetta samgöngumáti sem að fólk getur valið sér. Og þá þurfum við að byggja nálægt honum, þannig að sem flestir njóti þeirra gæða. Og ég veit að við öll sem höfum búið erlendis vitum hvað gæði það að geta valið á milli þess að hvernig þú vilt fara á milli staða. Og í stærri borgum oft líka, ef þú ert nálægt jarðlest, neðanjarðarlest eins og í London, þá það leigan þín hærri af því það skiptir máli, af því að þetta gæði sem fólk vill nálgast. Og við erum svo heppin hér að það alltaf fleiri sem vilja búa í Reykjavík. Við erum heppin. Ég ætla bara að fá að vitna aftur í borgarstjórann í Helsinki sem við heimsóttum á síðasta kjörtímabili sem sagði bara borg þar sem ekki húsnæðisskortur ekki góð borg. Vegna þess að þá ekki, fólk á að vilja flytja í borgir af því borgir eiga að vera spennandi staður. Þar sem nýsköpun og atvinnutækifæri og menntunutækifæri og menning og fólk vill vera þar. Og auðvitað leiðilegt að segja þetta og auðvitað verður kannski einhver mótgáður sér, auðvitað á ekki að vera húsnæðisskortur og auðvitað á ekki að vera það, en við þurfum samt alltaf að finna fyrir því að fólk vill koma til okkar. Og það svolítið spennan að reyna að ná þessu saman, að við séum að byggja nægilega mikið, þannig að allir sem vilja flytja geti komið engan, en leið að við séum að tryggja þessi lífsgæði fyrir alla. En við séum ekki að ganga á jörðin okkar, við séum ekki að ganga á einhvern veginn samfélagið og við séum að skapa tækifæri fyrir alla. Því það heldur ekki gott ef allir vilja flytja og svo eykst atvinnuleysi eða eins og kollegi minn í Stokkhólmi sem ég átti fund með í síðustu viku, borgarstjórinn í Stokkhólmi sem fór að tala að innri borgin svo dýr að það orðið erfitt að finna fólk til þess að vinna á kaffihúsum eða vinna í leikskólum eða því það svo langt fyrir þau að ferðast inn í borgina þar sem allt fína fólki býr vegna þess að þau vilja bara þá frekar vinna annars staðar. Þetta eitthvað sem við þurfum að passa og við erum að gera það. Þannig við séum að byggja borg fyrir fólk, við séum með þessa félagslegu blöndun, að við séum líka, að við séum alltaf að tryggja þessa fjölbreytnileika á öllum svæðum. Og það rúmlega 60.000 íbúðir núna í Reykjavík. Það alls konar íbúðir. Við höfum lagt að áherslu síðustu ár að tryggja þessa félagslegu blöndun. Það gengur ágætlega af því við erum að byggja borg fyrir fólk og við erum að leggja upp með það núna að það byggist upp 16.000 íbúðir til viðbótar á næstu 10 árum.
16.000 pluss 60.000, þetta alveg mikið. En þetta þurfum við að gera til þess að svara þeirri þörf sem að við finnum fyrir, að bæði vill fólk flytja hingað. Við erum svo höfuborg á Norðurlöndunum sem að vaxa hver hraðast, en það líka vegna þess að svona samfélagsgerðin okkar líka breytast og færri einhvern veginn svona það eru færri og færri heimili. Þannig við þurfum fleiri íbúðir fyrir sama fjölda og kannski var áður. Og þið sjáu þetta hér, sjáu hérna hlutfallslegu íbúðafjölgunina, það gula línan hér, og svo fjöldi byggðra íbúða á viðkomandi ári. Og það eru þarna sveiflur, það auðvitað ekki eitthvað bara sem að við og uppbyggingaraðilar geta stjórna, það eru auðvitað margir ytri þættir sem hafa áhrif á uppbyggingu, getur fólks til þess að flytja á milli staða, kaupa sér íbúður, hvað þá, og fjármagna uppbyggingu. En við sjáum engu að síður að það eru ríflega 1100 íbúðir að meðaltali á ári að rísa í Reykjavík. Og það býsna gott. Og við getum verið stolt af því að hér hafi tæplega 10.000 íbúðir byggst upp á 10 árum. Þrátt fyrir allt það sem við erum búin að fara í gegnum á þessum 10 árum. Heimsfaraldur og afleiðingar alls konar sem við þurfum ekki kannski að fara allt saman yfir hér. En á þessum 10 árum þá hefur Reykvíkingum fjölgað nærri 24.000 og íbúðunum fjölgað nærri 10.000. 10 ár. Ég veit ekki hvort að Reykvíkingar gera sér alltaf grein fyrir þessu. Og þess vegna þurfum við í rauninni núna framundan, við þurfum að fjölga íbúðunum aðeins hraðar heldur en íbúðunum vegna þess að við þurfum að ná því að fólk geti fundið sér heimili, líka þó við séum færri og færri að búa í hverri íbúð. Ég vanda mig sérstaklega, ég með 6 í Vínuheimili og ég að reyna að jafna þetta út þannig að þetta sér ekki svona rosalítið sko, en ég veit að það, þú veist, við erum að eldast og fólk að eignast færri börn og við þurfum að mæta því. Og það eitthvað sem að breyting. Mér langar líka að leggja áherslu á það að á þessum tíma þá eru 36% af þeim íbúðum sem hafa risið svona óhagnaðardrifið húsnæði. Það þá inn í þessum almenna húsnæðis hluta. Allt húsnæðið, líka fyrir fatlaða og húsnæði fyrir eldra fólk og stúdentana og allt þetta sem við þurfum, allt þetta sem við þurfum til þess að gera borgin okkar betri. Hlutfallið í Reykjavík hins vegar 16%. Þannig að það ekki eins og 36% af íbúðum í Reykjavík séu í þessu formi. Ekki ennþá, þó það sé langtíma sýn. Þá erum við ekki komin þangað núna. Þetta hægt? Já, það alls konar hægt. Það sem við erum að setja okkur núna markmiðum höfum við alveg gert áður og við getum gert í samstarfi við ykkur. Það koma þessar sveiflur og það koma þessir hrun sem að hafa skelfilegar afleiðingar fyrir okkur öll og ekki síst húsnæðismarkaðinn. En núna eftir húsnæðisátakið 2014 náðum við góðum dampi aftur núna og við erum á góðri siglingu með að ná þessu. Þannig að við sjáum fyrir okkur að þetta vel gerlegt ef að ytri aðstæður stoppa okkur ekki af. Við sjáum þessi fyrsti toppur sem var þarna eftir stríðsárunum, hvað fólk byggði mikið og hvað við gátum gert og mikið af skólunum og leikskólunum og öðru sem við erum að gera við núna það sem þau byggðu af miklu metnaði í kringum 1950 og 60. Gríðarlega flott hús sem kostar mikið að gera við en skiptir máli. 86 þegar Grafarvogurinn byggist og svo sér maður náttúrulega hvað áhrif hrunið hafði. En Reykjavíkurborg leggur þessa miklu áherslu á að allir geti fundið sér húsnæði, allir geti fundið sér íbúð, allir geti átt heimili. En mér langar samt að sýna ykkur það að þetta höfuðborgarsvæðið og svona samkvæmt markmiðum stjórnvalda, bæði sveitarfélaga og ríkisins, að það verið svona mælast til þess að svæðin skipuleggi svolítið saman og höfuðborgarsvæðið höfuðborgarsvæðið auðvitað einn húsnæðismarkaður. Ég veit að þið hittu oft fólk sem veit ekki hvort að Grafarvogur eða Kópavogur Reykjavík eða hvort að, fólk ekkert að hugsa það endilega þegar það að flytja á milli og það alveg fullkomlega eðlilegt og að við sem erum í borgarstjórn séum alveg bara vitum nákvæmlega hvar línan liggur. Þetta staðan. Reykjavík ekki 75% af höfuðborgarsvæðinu. Ekki heldur
íbúarnir sem að búa þar ekkert endilega í meiri þörf fyrir félagslegt húsnæði heldur en aðrir. Þarna stöndum við okkur langbest og þetta skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að ef við byggjum ekki húsnæði fyrir alla þá erum við að setja fleira og fleira fólk á jaðarinn, fleira og fleira fólk upplifir að það fá ekki tækifæri til þess að eignast heimili, fleira og fleira fólk einhvern veginn flýr þá höfuðborgarsvæðið eða fer eitthvað annað eða leiðist út í einhver leiðindi. Af því við vitum að þegar þú upplifir ekki að þú tilheyrir og upplifir ekki að þú fáir tækifæri til þess að eiga gott líf, þá líður þér ekki vel. Og þetta finnst mér gríðarlega mikilvægt og ég vona að við sjáum það núna í svolítið pressu í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna að sé sett líka pressa á það að hin sveitarfélögin taki sinn skerf af þessari uppbyggingu og að eftir kosningar náum við að gera það sem að við hófum svolítið þetta kjörtímabil á að kalla dálítið eftir húsnæðissáttmála fyrir höfuðborgarsvæðið. Þannig við séum með sameiginlega áætlun það hvernig við ætlum að búa til gott höfuðborgarsvæði, sterkasta höfuðborgarsvæði Norðurlanda, við gætum gert það, við erum með frábær fyrirtæki hérna, við erum með frábæra háskóla, við erum með alla innviði til þess að vera algjörlega geggjuð, en þá þurfum við að fá hin sveitarfélögin með okkur í leið. Og þetta því að við erum að gera þetta svona, við erum að horfa og við séum að með þessa félagslegu blöndun í öllum borgarhlutunum og þannig erum við að horfa á alla, hitt voru svolítið félagslegu íbúðina sem að sveitarfélögin eiga, þetta allt þetta svona sem byggt á félagslegum grunni. Við erum að reyna að horfa á all okkar hverfi, horfa á jafnvel í það sem að lóðirnar væru dýrar og við getum selta fyrir miklu meira fjármagn, þá sjáum við virðið í því fyrir okkur Reykvíkinga að það fari í óhagnaðardrifið húsnæði og það er mikilvægt að þetta sé ekki bara innan borgarmarkanna. Vegna þess að þetta einfaldlega fjárfesting í betra samfélagi. Og samfélagi þar sem okkur líður öllum vel, þar sem að börnin okkar upplifa sig jafnari og fá jafnari tækifæri og upplifa ekki þessa mismunun og einhverja fordóma. Þetta sagði ykkur frá áðan. En þá kannski það sem þið eru mest spennt fyrir, hvar er verið að byggja, hvar ætlum við að byggja, hvernig er þetta allt saman. Þetta er það sem að kannski hefur oft verið rauði þráðurinn í þessum fundum, minni pólitík, minna samfélag, minna blautt, meira bara hvar ætlum við að byggja og hve margar íbúðir. Og það er líka frábært. Við leggjum áherslu á það núna, það séu 1500 til 3000 byggingarhæfar lóðir fyrir 1500 til 3000 íbúðir byggingarhæfar á hverjum tíma og þetta er alveg flókið verkefni og við erum að vinna þetta flókna verkefni auðvitað við fjölda aðila á markanum. Þetta gerum við ekki ein og þetta er skipulagsferli og samningaferli og lóðaframkvæmdir og allt sem að þarf að gerast áður en að byggingarleyfi er gefið út og svo byggingarleyfi gefist. Þetta eru margir aðilar og við erum auðvitað að auka, við erum eins og ég sagði ykkur áðan og verður áfram unnið að því að auka þessa skilvirkni, stytta boðleiðirnar, fækka skrefunum, einfalda ferilinn, nýtt stafrænt umhverfi byggingarleyfis umsókna til dæmis sem byrjaði hér í Reykjavík og er núna komið til HMS og komið alls staðar. Þetta spara tíma og peninga. Við viljum ekki að arkitektar þurfa að hlaupa með blöð á milli húsa, við viljum að þið getið einhvern veginn nota tíman ykkar til þess að hanna og gera hús og svo framvegis. Þetta er það sem við vorum að kynna og lögðum fram í borgarráði í gær, var samþykkt í borgarráði en vísað til borgarstjórnar til staðfestingar. Þetta er það sem er að gerast núna. Ef við horfum á, maður má segja þetta sé eins konar færiband. Í fyrra var ég með nokkuð margar svona myndir og við fórum í gegnum hvert hverfi. Nú ætlaði ég að reyna að hafa þetta svona, að hafa allt þetta á hverju hverfi og kannski sýna ykkur betur hvað það er sem er í byggingu. Af því hér erum við í byggingu, það sem er blátt. Og það tilheyrir þá þessum kassa. Það sem er í samþykktu deiliskipulagi eða byggingar hafa lóðir eða þróunarsvæði, það sem við sjáum næst er þá þetta. Þannig að við erum að þróa okkur austar í borgina vegna þess að við erum búin að vera mjög duglega að byggja vestar í borginni og þar eru auðvitað líka byggingarsvæði eins og nýi Skerjafjörðurinn en líka framtíðarsvæði sem við teljum auðvitað með en í framtíðinni en erum ekki að gera ráð fyrir á næstu 10 árum. Af því að við sjáum ekki fram á það að flugvöllurinn verði farin innan 10 ára. Auðvitað er hann samt framtíðarsvæði af því að í aðalskipulagi gerum við ráð fyrir að hann víki og fari einhvern tímann. En það er enginn að gera ráð fyrir því á næstu 10 árum. Og í öllum þeim áætlunum sem við erum að gefa út núna, þá er það þetta sem við erum að tala um.
Þetta okkar framtíðarsvæði. Við höfum líka sett af stað ákveðinn undirbúning fyrir þegar Sundabraut kemur, þá opnast nýjir möguleikar og mögulega mun þetta breytast á næstu árum. En þetta það sem við höfum og þetta býsna gott. Og þið sjáu í færibandi, það eru alltaf. Og núna erum við með hallana sem eru í rauninni að detta yfir í byggingahæfilóðina. Þeir eru núna inn í svæði inn í þróunarsvæði, eru að fara núna taka næsta skref og næsta skref og næsta skref og svona og svona, já, ég held að flugvallarsvæði sé búið að vera í framtíðarsvæði, já, ég ætla ekki að reikna hversu lengi. En ég vona einhvern tímann að það þróist og ég vona einhvern tímann að allt þetta verði að veruleika. Á byggingarhæfum lóðum núna má byggja 2600 íbúðir. Þannig að núna eru byggingarhæfa lóðir í Reykjavík tilbúnar fyrir 2600 íbúðir. Þannig að það að við náum þessum íbúðum innan á hverju ári ætti alveg að vera hægt. Og það eru næstum því 40% af þeim á Ártúnsstöða, sem stóra hverfið okkar núna, í rauninni ekki hverfi, heldur borgarhluti í mótin. Þetta risa borgarhluti og þetta verður algjörlega stórkostlegt hverfi. Og við gleymum stundum því að fólk oft svo mikið að tala alltaf um framtíðina og tala eitthvað annað. Við gleymum stundum að horfa á það sem að gerast akkurat núna. Þarna að rísa borgarhluti og við sjáum það aðeins á eftir. Á samþykktum lóðum sem á eftir að gera byggingarhæfar eru núna rými fyrir 3300 íbúðir og þar líka þriðjungur á Ártúnsstöða. Þannig að næsta stóra skref sem við munum sjá í uppbyggingu Reykjavík Höfðun. Næsta svona stóra hverfi. Í skipulagsferli, þessar 12.000 íbúðir sem eru þar, þá 67% af þeim á svæðunum á Keldum og Ártúnsstöða. Þannig að við færum okkur áfram svona. Nú og svo erum við með hallana og þeir eru að færast yfir, eins og ég sagði áðan, og þar núna erum við að gera ráð fyrir í fyrsta áfanganum 3500 íbúðir. Svo lengra inn í framtíðina þetta sjáum við hitt. En ef við sjáum til dæmis, ef við horfum bara lengra, ef við horfum til 2040, ekki næstu 10 árin heldur lengra, það getur verið svona 21.000 íbúðir og við getum það vel. Reykjavíkurborg getur það vel og ríflega vegna þess að við eigum mikið land eftir og við erum ótrúlega bara auðugt samfélag, þetta allt saman. En ég ætla nú kannski að minna að horfa á eftir 2040 núna, það sem eftir þessar kynningar, horfa meira kannski á það sem akkurat núna. Og að því að það svo mikilvægt þegar við erum að fjárfesta í svona miklum og góðum samgöngubótum að við séum að tryggja að sem flestir geti notið þeirra. Og borgarlínan sko sannarlega ekki bara framtíðarmúsík og það verður alveg líka gott veður þegar borgarlínan verður farin að en það alltaf verið að segja að við séum alltaf með svo gott veður þannig ég ákvað bara að vera með rigningu. Hér á þessum myndum, það búa hannastöðvarnar, þetta að gerast, framkvæmdir við línuna hefjast á nokkrum stöðum í borginni á næstu mánuðum, á Hlemmi, á Nauthólsvegi, við Háskólann í Reykjavík, Stórhöfða, Ártúnshöfða, Laugavör frá Hremm og Bólholt. Það eru auðvitað framkvæmdir líka við Öldu sem að fara yfir Fossvoginn og mikið af þessum myndum sem ég sýna auðvitað frá betri samgöngum sem það fyrirtæki sem halda utan það verkefni. Hérna komið sól, ígilega fínt og mér langar svolítið svona að fá kannski að sýna ykkur hérna þessa samantekt á þessari byggingu sem í gangi. Reykjavík eftirsótt. Hér vill fólk eiga heima og Reykjavík vill skapa eftirsóknarvert samfélag. Framundan mikil uppbygging, eða alltaf 16.000 nýjar íbúðir næstu 10 árin. Það fjórðungur þeirra rúmlega 60.000 íbúða sem í Reykjavík í dag. Íbúar í Reykjavík voru tæplega 140.000 í upphafi ársins og hefur fjölgað rúmlega 11.000 á síðustu 5 árum. Til samanburðar bjuggu í upphafi árs 12.670 íbúar í sveitarfélaginu Árborg. Lítum á þau svæði þar sem verið að byggja í dag og þar sem byggt verður á næstu 10 árum. Við byrjum við borgarlínuna, en stefnt að því að 80% nýrra íbúða verði göngufæri við línuna eða innan 400 metra frá henni.
Fyrsta lota borgarlínu mun liggja frá Hamraborg í Kópavogi nýja brú yfir Fossvog og tengja stóra vinnustaði í Vatnsmýri. Við Öskjuhlíð hafa 1000 íbúðir verið byggðar frá 2018 og nú eru tæplega 600 í smíðum. Þá eru byggingarhæfar lóðir og lóðir í skipulagsferli fyrir svipaðan fjölda íbúða. Heildarfjöldi íbúða verður 2300 í fullbyggðu hverfi. Það er 5000 manna byggð eða álíka og bú á Seltjarnarnesi. Við Háskóla Íslands hafa verið byggðar rúmlega 400 námsmanna íbúðir frá 2020. Annar eins fjöldi íbúða gæti bæst við hér á næstu árum á svæðum í þróun og skipulagsferli. Frá 2017 hefur verið lokið við 570 íbúðir í norðurhluta miðborgar frá Kvos að Hlemmi. Þá eru 37 íbúðir í byggingu og 30 á byggingarhæfum lóðum og í skipulagsferli. Frá Hlemmi að Hátúni hafa verið byggðar hátt í 600 íbúðir á síðustu 10 árum. Nú eru rúmlega 300 íbúðir í byggingu og annað eins á byggingarhæfum lóðum. Þá er fjöldi íbúða í skipulagsferli og á þróunar- og framtíðarsvæðum. Frá árinu 2018 hafa hátt í 500 íbúðir verið byggðar við borgarlínuna milli Lágmúla og Skeifu. Nú eru tæplega 400 íbúðir í smíðum á svæðinu og mikill fjöldi íbúða á samþykktum lóðum í skipulagsferli og á þróunar- og framtíðarsvæðum. Drjúgur hluti Vogabyggðar er í göngufæri við borgarlínu og hafa rúmlega 800 íbúðir verið byggðar á þessu fyrrum iðnaðarsvæði frá 2018. Fullbyggt gæti hverfið talið alltaf 1800 íbúðir og hátt í 4000 íbúða eða sem nemur íbúðafjölda Ísafjarðarbæjar. Ártúnshöfði við Elliðaárvog er í mikilli umbreytingu frá iðnaðarsvæði í gróskumikla íbúðabyggð. Samkvæmt heildarskipulagi má byggja á milli 7 og 8000 íbúðir á svæðinu. Fullbyggður höfði gæti því nálgast íbúðafjöldan í Garðabæ eða hátt í 20.000. Við höfum nú farið yfir þau svæði sem liggja við eða í námunda við fyrsta áfanga borgarlínu. Hér eru nú 2000 íbúðir í byggingu, sem bætast við þær tæplega 4000 sem hafa verið byggðar á síðustu 10 árum. Framundan gætu verið 1000 íbúða til viðbótar á þessum svæðum. En það er byggt víðar. Uppbygging er í fullum gangi á Héðinsreit og í Vesturhöfn, í Gufunesi og í Breiðholti, svo eitthvað sé nefnt. Þá er hafinn undirbúningur byggðar með 5800 íbúðum á Keldum og 3500 íbúðum í Höllum og Hamrahlíðarlöndum. Við ljúkum yfirferðinni á Sundabraut. Þessi stofnbraut mun tengja Kjalarnesið betur við syðri hluta borgarinnar og bæta tengingar við Hringrásargarð og önnur atvinnu- og nýsköpunarsvæði. Þá opnar hún á langtíma vaxtarmöguleika borgarinnar til norðurs. Þetta verður ekki geggjað? Þetta er pínu, mann líður smá svona, já, takk. Mann líður smá svona eins og þegar barnið manns er útskrifaðist úr grunnskóla eða eitthvað, þú veist, þetta er svona, þannig að ef þið missið trúna á Reykjavík þá mun þetta vídeó verða sett á neti og þið getið horft á þetta hvenær sem er, bara hverju kvöldið, oft á dag þess vegna. Það er svo margt að gerast og ég afsakaði hennan sveitarfélagahróka. Ég er fyrirverandi formaður sambands sveitarfélaga, þannig að þetta er, mér finnst gaman að setja þetta í þetta samhengi og við gleymum oft hvað við erum stór. Það kannski gerir það líka verkum að það er erfiðara að tengja á milli. En ég ætla að fara aðeins í því að þú veist það er gaman að sjá þessa húsnæðisuppbyggingu en mér langar líka að sýna ykkur aðeins bara hvernig borgarlínan mun liggja og við tókum þetta núna, við tókum bara með eins og ég kalla drekaskotum af því að fólk kallar svona flygildi dróna en mér finnst það alltaf eins og dóni þannig að það er asnalda sig, þannig að við ákváðum bara hjálpsveldinu mínu að kalla þetta dreka þannig að flugum sem drekar yfir og tókum myndir fyrir okkur og þetta er bara fallega Reykjavík í mars í vikunni í byrjun vikunar, þar sem að við getum séð svolítið hvernig þetta hvar borgarlínan mun liggja og svo vona ég að einhverju svona fundi, kannski eftir 10 ár, það verði einhver með þessi skot og svo skotin sem þeirra allt er komið og það verður geggjað, þá ætla ég að meina. Og
það svo gaman að sjá þetta. Þetta auðvitað Alda sem er að byggjast upp núna, brúin sem að verður hér yfir, sem að mun tengja Kópavog og Reykjavík þarna. Hvað það verið að tala svona 28 verði strætó bara alveg þarna fljúgandi ferð, hjóla og gönguferð. Og þegar við komum þá yfir, því ég ekkert að fara sýningu borgarlínu að keyra í Kópavogi, ég bara frá sýningu borgarlínu að keyra í Reykjavík, eðlilega, þá munum við keyra hérna yfir og stoppa í Öskjuhlíðinni. Og þarna auðvitað Háskólinn í Reykjavík að byggja mikið af stúdentaíbúðum og háskólagarða, það eru 252 íbúðir þarna núna og þarna eru líka félagsbústaðir sem hafa verið að byggja og við erum að undirbúa fleiri og svo þarna á horninu 65 íbúðir, horni flugvallar, hinum hefur götuna og svo erum við að byggja flugvallar, 87 hjúkrunarrými í svona lífsgæðakjarna þar sem á Loftleiðahóteli var. Það draumur fyrir fólk að geta verið bara á hóteli þegar maður eldist, þess ekki. Við sjáum þetta er aðeins hvernig lífsgæðakjarnin, hann í mótun, það ekki víst hann líti akkurat svona út, en þetta hornið sem við erum að tala um. Þetta verður gríðarlega spennandi. Teiknistofa Henning Larsen sem að vinnur með reytum að þessu. Hérna önnur mynd bara svona til fróðleiks og síðan höldum við áfram með borgarlínunni og þarna erum við að keyra Arnarhlíð, Hlíðarenda á leiðinni á BSI. Förum með Mikla torg sem verður mikilvægur tengipunktur gegnum Landspítalasvæðið fljótlega, þar sem verður einn stærsti vinnustaður landsins. Þar sem að starfsmenn munu geta bara gengið beint eiginlega inn í vinnustæðin sinn bara úr borgarlínunni sem er frábært. Svona. Síðan höldum við áfram, við förum hérna Njarðargötuna. Þar vaxandi atvinnusvæði, borgarlínan mun þjóna háskólasvæðinu gríðarlega vel. Við munum fara þarna. Hann eru vísindagarðar og Veröld hús Vigdísar Finnbogadóttur, Þjóðminjasafnið, ég veit ekki hvað ekki þarna. Og þarna hafa verið byggðar rúmlega 400 námsmannaíbúðir frá 2020 á þessu svæði og ég gerir ráð fyrir að annarins fjöldi gæti bæst við bara núna fljótlega. En nú förum við að stoppa við háskólann. Við langaði pínu að hafa svona ding, ditið, en það má ekki vera alveg of mikið, sko. Ég veit ekki hvort ykkur finnst þetta jafn spennandi mér, en ég vona það. Hoppa aðeins að því við erum í Austurbænum, Vesturvör, þarna alltaf byggjast framkvæmdir tekin í gær, þessi mynd. Þarna ættu að vera íbúðir sem koma, þetta svokallaðar Steindórsstrætur, 84 íbúðir vonandi koma í sölu strax á næsta ári. Lækjartorgið, við höldum áfram, þetta vonandi, þetta þessi nýja hönnun, ég vonast til þess að þetta verði komið þarna 28 þegar borgarlínan verður farin að keyra Lækjartorgið. Og nú, svo förum við upp Hverfisgötuna, sem hefur auðvitað breyst gríðarlega mikið og næsta stopp þá Frakkastígur. Ég auðvitað með raunstoppin sem ég búið að ákveða. Þetta verður geggjað spennandi. Og Hverfisgatan hefur auðvitað bara gengið gegnum endurnýju lífdaga og þar hafa margir uppbyggingaraðilar byggt af miklu metnaði sem við erum ótrúlega þakklát fyrir. Borgarbúar held ég flestöll þegar við löpum borgina. Frá 2017 hafa risið 570 íbúðir, eins og hann sagði áðan, bara í norðurhluta miðborgarinnar frá Kvosahlemmi. Og þarna eru líka fjöldi hótela, veitingastaða, alls konar sem hefur risið í Hverfisgötuna. Hún alveg gjörbreytt og verður náttúrulega ennþá meira spennandi þegar borgarlínan verður farin að ganga þarna. Hverfisgatan, mér langar að vera að sýna ykkur nokkrar myndir. Það svo gaman líka að þegar við getum, að núna getum við gefið svo mörgum fleirum tækifæri til þess að búa í miðborginni sem það sem margir vilja. Hér eru framkvæmdir að fara af stað og eru svo sem búnar að vera líka, afsaka kannski hvað við erum í stanslausum framkvæmdum. Nú hérna höldum við áfram frá Hlemmi
Þar verið að svona á næst á að fara að endurgera götuna þar upp á Katrínartúni til þess að skapa svona undirbúa aðstæðurnar fyrir þetta og þarna á vinstri hönd líka svæði sem við ætlum að kynna betur á eftir fyrir mögulega svona kjarnasamfélög. Nú og svo eins líka varðandi Þjóðskjalasafnið og fleiri tækifæri þarna og frá Hlemmiahátunni hafa verið byggðar 600 íbúðir á síðustu 10 árum og það mikið þar að gerast og verður gert. Þið sjáu hér að reitir sem að Dagur fyrir borgarstjóri kynnti oft Heklureitur og annað slíkt. Nú þetta risið og gengur vel. Við munum fara hérna eftir Suðurlandsbrautinni bráðum, mjög spennandi. Sýningu kannski aðeins þegar niður í Hátúnið. Þar nefnilega að fara af stað líka Brynja leigufélag, Sjálfsbjörg og Hringsjá og Íþróttafélag fatlaðra sem mun standa að mjög spennandi uppbyggingu þarna sem ég fagna mjög því að þetta auðvitað partur af því að við getum öll átt fundið okkur stað. Og Kringlan, auðvitað við fórum yfir það síðasta húsnæðisfundi, skrifið myndir, gríðarlega flott og spennandi uppbygging sem á að vera þar en höldum samt áfram eftir borgarlínunni. Smá svona láta hugan reika og núna erum við í rauninni í leið að Skeifunni sem líka í svona endurnýju lífdaga og það auðvitað mjög mikið af íbúðum að rísa þar og ég bara Orkureiturinn, hvernig hann hefur gjörbreyst, Skeifan, Hornið og við höfum verið að skipuleggja núna fleiri og fleiri íbúðir með uppbyggingaraðilum þar. Þannig hérna sjáum við eftir Suðurlandsbrautinni, þarna mun náttúrulega líka koma Þjóðarhöll. Þetta verður geggjasvæði eftir nokkur ár, auðvelt að komast og við erum á leiðinni að Skeifunni. Hérna dæmi Skeifuna 79, breytinga sem að kanónarkitektur og EIK hafa verið að hanna með borginni. Flottur innigarður þannig að það verður skjól og veðursæld og geggjað. Aðeins fleiri myndir. Og svo höldum við áfram og nú erum við að fara úr Skeifunni yfir í Krossmýrartorg. Og ég held af öllum þessum myndskeiðum þá sé þetta eiginlega uppáhaldsmyndskeiðið mitt vegna þess að þarna mun borgarlínan hún mun keyra þarna og margir svona eiga erfitt með að sjá fyrir sér hvar muni það vera og nú ætla ég að horfa á betri samgöngur af því að það voru sett inn einhvern svona hnit þannig að þetta væri nú alveg rétt. Þarna uppbyggingin sem að fara af stað. Við erum að koma inn í Mörkina þar sem auðvitað lífsgæðagjarni fyrir eldra fólk. Svo erum við að nálgast Vogabyggðina sem að verður auðvitað mestum hluta í göngufæri frá Vogabyggð. Frábært fyrir eldra fólki að geta labbað hér í borgarlínu. Og svo erum við að nálgast Elliðaárnar en þetta auðvitað í endanlegri mótun þannig ég ætla ekki að sýna stöðina, ég lofa því, ég ekki búin að hanna þetta en þessi stöð hérna í Vogahverfinu verður auðvitað mikilvægur tengipunktur síðan við Mjóddina líka. En hérna bara beygjum við og þið sáuð áðan á kortinu hvar borgarlínan mun keyra. Þannig að við beygjum hérna yfir og förum í gegnum Vogahverfið og yfir Elliðaár og erum að stefna á næsta stopp sem verður eitt af aðaltorgum borgarinnar innan örfárra ára, Krossmýrartorg, þar sem við erum núna að ákveða hvaða samfélagsstofnanir, menningarstofnanir við ætlum að hafa. Þar ætlum við að hafa spennandi mannlíf af því að þetta ekki bara íbúðir sem að byggjast í höfðunum, það eru líka atvinnutækifæri, skólar, leikskólar, samfélag sem að byggjast. Þannig að núna, þið sjáuð, þetta bara nýja myndin núna, þið sjáuð hvað mikið að gerast. Þetta bara, þetta nýr borgarhluti í mótun, allir byggingagrannir og allt sem í uppbyggingu og þarna mun borgarlínan keyra. Þegar þið takið vagninum, þið hugsið til þess að vídeós, ég treysti á ykkur. Og við sjáum bara Krossmýrartorgið. Við erum bara að nálgast. Þannig erum við að breyta stórum borgarhluta á þetta úr svolítið grófu atvinnusvæði yfir í eitthvað sem verður dásamlegur nýr hverfishluti. Og þarna sjáum við
þetta auðvitað Ártúnshöfðin sem svona núna og það eru auðvitað margar og margt annað sem eftir að koma. Þarna hönnunartillaga líka frá Henning Larsen sem það horft svona út yfir hamarinn, yfir á borgina og fyrstu lótunni líkur auðvitað á Krossmýratorgi en ég vildi halda aðeins áfram, stilast aðeins lengra inn í framtíðina og horfa inn í Keldur og framtíðarlöndin okkar sem við erum búin að fara yfir núna. Þetta var líka tekið á mánudaginn og við sjáum að það allt að gerast þarna. Og það svo gott vegna þess að hugmyndirnar hér og það sem við erum að kynna, þetta ekki bara einhverju tölur á blaði. Og við vorum með meittan daginn að friða sjálfan Grafarvoginn sem þetta dásamlega náttúruparadís. Þarna getum að fara á vorin og fylgst með fuglum koma og búast til hreiður og annað og við sjáum hérna aðeins lengra inn í framtíðina Keldnarsvæðið og Hallana þar sem að framtíðar byggingarsvæðið okkar verður. Keldur hér, dásamlegt svæði sem að verið að vinna, ég gerir ráð fyrir að ég hefði séð þessa myndir áður og svo Hallarnir, dásamlega landi sem við ætlum núna að taka í nýtingu fyrir byggð sem hann kallast á í fyrirbyggðina og vonandi styrkja enn frekar þjónustu, skóla og mannlíf í því hverfi. Svona heldum við áfram að byggja borgin okkar. Tryggjum að hún sé fyrir okkur öll, tryggjum að það sé gaman, horfum stutt og langt og það eitt stærsti heiður, allavega minn, að hafa fengið að koma að því að þróa þessa borg áfram og ég vona að þið séuð með okkur í því að við getum ekki beðið eftir að sjá borgin okkar eftir þessi 10 ár. Takk fyrir mig. Já, hversu geggjað. Og það viðeigandi að við stoppum þarna í Höllum og Hamrahlíðarlöndum vegna þess að næst fáum við Hjördísi Sóleyju Sigurðardóttur sem ætlar að afhjúpa fyrir okkur vinningstillöguna í skipulagssamkeppni og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri nefndi það að hérna eru svo kallaðir plansar eða plancher eins og ég segi, en ég veit þetta ekki franska, en ég held þetta væri franska, en í bransanum þetta kallaðir plansar og Hjördís, ég ætla bara að bjóða þér að koma hérna upp og fara yfir þessa samkeppni sem að við hrindum af stað. Gjörðu svo vel, Hjördís. Komið sæl. Ég ætla að segja ykkur frá, heyri ekki alveg í mér? Já. Ég ætla að segja ykkur frá sem sagt hugmyndaleit svæði Halla og nágrennis. Reykjavíkurborg efndi til hugmyndaleitar vegna rammaskipulagsgerðar fyrir svæði Halla og nágrenni í Úlfarsárdal. Hugmyndaleitin fól í sér mótun á rammaskipulagi þar sem kallað eftir skýrri meginhugmynd svæðisins og framtíðarsýn. Helstu áherslur voru yfirbragð byggðar, landnotkun, byggðamynstur, þéttleiki, íbúasamsetning, innviðir og tengingar við nærliggjandi hverfi, náttúru, götur og stíganett. Eftirtöldum aðilum var gefinn kostur á þátttöku, það var FOIAB arkitektar, teiknistofan Stika, ásamt aðilum frá Landmótun, Eflum, Urbana og Pláss og svo það Nordic Office of Architecture og þar í teyminu voru líka aðilar frá Eflu og dönsku landslagsarkitektastofunni SLA. Mér langar að segja að allar þessar tillögur voru mjög metnaðarfullar og vel unnar en okkur tókst að velja sigurvegara og við erum bara mjög spennt að halda áfram þróun á þeirri tillögu. Sú tillaga var mjög með svona sterka og sannfærandi heildarsýn og þetta auðvitað bara svona drög að rammaskipulagi sem komið núna og það alveg vinna áfram eftir til að þróa þetta. En ég ætla að bjóða Heiðu að koma hérna upp, borgarstjóra, og tilkynna hver það sem að ber sigur úr býtum í þessari keppni. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta auðvitað, ég vonaði að kynnið ykkur þessar tillögur. Mér fannst þær allar frábærar og einmitt það sem okkur langar svo að búa til, það þetta verið gott samfélag sem að svona miðju, ekki bara hverfi þar sem fólk kemur og sefur og fer aftur. Gott hverfi. Og þeir sem að fá vinningshafarnir eru eða sigurtillagan Hallar samfélag við hlíðarrætur, eins og við höfum kallað
Þetta hverfi arkitektastofan Nordic Office of Architecture. Þau voru í samstarfi við Eflu og Dönsku landslagsarkitektastofnunina SLA. Já, við ætlum að bjóða þeim að koma hérna upp og frá Nordic Office of Architecture þá eru það Berdís Bjarnadóttir, Dagný Harðardóttir, Jóhanna Helgadóttir, Pála Minni Ríkarsdóttir, Svana Rún Hermannsdóttir, Vilhjálmur Leví Egilsson og frá Eflu er það Berglind Hallgrímsdóttir og frá SLA Louise Phil Hansen. Gjörðu svo vel. Yfir 3. Já. Ég veit ekki hverjum ég á að gefa þetta þau eru svo mörg og þetta svo gaman. Til hamingju. Innilega. Til hamingju. Þú getur lesið. Og það, já, innilega til hamingju. Takk fyrir að senda svona frábært tillögu. Takk, til hamingju. Takk. Til hamingju með þetta. Hlakka til að sjá þetta þróast áfram. Já. Úr slæðunni. Þannig að það sé ekki svona mynd, svona, já. Verður með Hjördís? Já. Frá. Ekki gefa þeim gott klapp aftur. Og þú ert ekki að fara langt, Jóhanna, af því að Jóhanna Helgadóttir, sem er arkitekt hjá Nordic og skipulagsfræðingur, ætlar einmitt að kynna fyrir okkur þessa frábæru og fallegu tillögu. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl. Virkilega gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Við erum gríðarlega stolt yfir að tillagan okkar Hallar samfélag við hlíðarætur hafi orðið hlutskörpust í þessari hugmyndaleit að uppbyggingu og nýju samfélagi og bara nýjum hverfisluta á Höllum. Eins og fram hefur komið þá tillagan samstarfsverkefni okkar hjá Nordic, SLA, kollega okkar í Danmörku og Eflu verkfræðistofunnar. Heitið á tillögunni hefur meðal annars skírskotun í nýtt samfélag við rætur hlíða Úlfarsfells. Áherslur sem settar eru fram í tillögunni á náttúru og gróður og hugmyndir okkar sem leita aftur í rætur gróinna hverfa varðandi byggðamynstur. Meginmarkmið skipulagstillögunnar er að leggja grunn að öflugu og eftirsóknarverðu hverfi sem styrkir nærumhverfið og bætir lífsgæði þeirra sem sækja hverfið, starfa og búa á svæðinu eða í nálægð við það. Helstu áherslur eru settar á samspil byggðar og náttúru og uppbyggingu sem styður við virkan lífsstíl og aukna samfélagsheild. Þegar við leitumst við að móta staðaranda nýrra byggðar á Höllum fannst okkur mikilvægt að skilja áskoranir og tækifæri sem leynast innan svæðisins. Til þess var meðal annars stuðst við greiningar og kortlagningar á staðháttum sem lykilstef í mótun nýs staðaranda. Náttúrufar, staðhættir, saga og minjar eru meðal atriða sem leggja grunn að mótun hverfisins. Náttúrugæðin felast meðal annars í þeim gæðum og þeirri sérstöðu svæðisins svo sem gróðri, nálægð við Úlfarsfell og Leirtjörn, á meðan áskoranir felast meðal annars í meðhöllun ofanvatns, sprungum á svæðinu og landtalla. Afstaða gagnvart sólu og vind en stærstu hluti svæðisins snýr til vesturs eða suðurs en svæðið skiptist svolítið eftir hæðarhrygg eftir endurlöngu skipulagssvæðinu. Grænar tengingar, hæðarhryggur, vatnaskil og farvegur ofanvatns leggja grunn að nýjum grænum geira og minni þráðum sem hefur tengingar við ytri svæði. Samgöngur, aðrar grunnforsendur eru aðliggjandi gatnahverfi,
en nýr halsvegur mun liggja í gegnum hverfið og tengja það meðal annars við Vesturlandsveginn og aðra borgarhluta og skiptir svæðinu í norður- og suðurhluta. Nú að lokum þá leggjast nýjir byggðaflákar upp á þessum forsendum sem að allir hafa þá tengingar við náttúrusvæði og náttúrugæði svæðisins. Sérstæða svæðisins byggist fyrst og fremst á tengingu við náttúru innan svæðisins og í nála við það. Verndun trjálendis, valinna minja, endurheimt náttúrugæða, tengingar við nálæga náttúru, útsýni og fleira gegna þar lykilhlutverki. Umhverfis þessi gæði mun byggjast upp fjölbreytt íbúabyggð þar sem íbúar og gestir geta notið þess að lifa í byggðu umhverfi með greiðan aðgang að útivist, náttúru og grænum svæðum sem styðja við heilbrigt líferni. Svæðið sjálft það bil 75 hektarar og tillagan gerir ráð fyrir 3.500 til 3.700 íbúðum á svæðinu. Halsvegurinn liggur þvert í gegnum svæðið, við sáum hann teiknaðan upp með svolítið bleikri línu og leggur grunn að 2 hverfishlutum sem hvorum sig eru hugsaðir sem eitt skólahverfi. Á norðursvæðinu sérstök áhersla á samspil byggðar við nærliggjandi náttúru og náttúrugæði. Grænir þræðir teygja sig inn svæðið og byggð fléttast saman við aðliggjandi náttúru og opnast í átt að Úlfarsfelli. Á þessu svæði byggðin örlítið gisnari en á suðurhlutanum. Á suðursvæðinu meðal annars ný hverfismiðja sem staðsett hérna í horninu og þjónust þá líka núverandi byggð í Úlfarsárdal og verður þá svona kjarni í 20 mínútna hverfi. Á suðurhlutanum meiri landhalli og byggðin örlítið þéttari en á norðursvæðinu. En landhallin býður upp á stórbrotið útsýni til suðvesturs yfir Reykjavík út á Faxaflóa. Þá áhersla á gæði vistvænna samgöngumáta, svo sem göngu og hjólreiða í náttúrulegu umhverfi, greiðar almenningssamgöngur og skilvirk gatnakerfi. En net fjölbreyttra stíga tengja hverfið svo við nærliggjandi stígakerfi, þjónustu og náttúrusvæði. Hönnun svæðisins miðar að því að móta fjölbreytt almenningsrými sem hvetur til félagslegra samskipta og styrkir þannig samfélagsheild og lifandi umhverfi. Aukin félagsleg samskipti geta haft verulega jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Ný hverfismiðja með fjölbreytta starfsemi, þjónustustofnanir svo sem leik- og grunnskólar, ásamt aðlaðandi almenningsrýmum í náttúruumhverfi meginseglar svæðisins og grundvöllur þess að fólk velji að búa, starfa og njóta á höllum allan ársins hring. Lögð áhersla á gott aðgengi að náttúru og að bjóða upp á fjölbreyttra sjónrænna tenginga milli náttúru, byggðar og dvalarsvæða. Þar sem byggð mætir náttúru skal leggja áherslu á samspil sem styður við líffræðilega fjölbreytileika, til dæmis á jaðarsvæðum. En það meðal annars liður í því að bæta upplifun og líðan og umhverfi á svæðinu. Tillagan byggir á hugmyndafræði náttúrumiðaða hönnun, en með þeirri nálgun náttúran sett í forgrunn við mótun umhverfis. Þannig skapast bættar aðstæður fyrir fjölbreyttara lífríki í nærumhverfinu, leið og við búum umhverfið betur undir áskoranir tengdar loftslagsbreytingum. Umhverfi þar sem náttúran í forgrunn manneskjulegra og hafa rannsóknir meðal annars sýnt að nálægð og aðgengi að náttúru geti bætt andlega og líkamlega heilsu ásamt því að styðja við félagslegt samneyti íbúa og gesta. Og hér sjáum við svona sniðmyndir þar sem við sjáum til dæmis Bauhaus, vinstra megin, Skyggnisbrautin og núverandi byggð í Úlfarsárdal teiknast upp hægra megin og svo í bakgrunn við þá að horfa á Úlfarsfellið og sjáum þá með svona skírskotunina í heitið samfélag við hlíðarætur. Byggðamynstur á höllum sótt í þekkta stærðir gróinna reykvískra hverfa þar sem áhersla hefur verið á mannlegan kvarða, byggingar og umhverfis. Fyrirmyndir meðal annars sóttar til hefðbundna randbyggðar í Vesturbæ og nýrri randbyggðar eins og í Efstaleiti. Einföld fjölbýlishús í landhalla eins og við sjáum í Fossvogi, punkthús með 3-4 íbúðum eins og við þekkjum í Heimum og Hlíðum og vinsælla raðhúsa. Þá lögð áhersla á að móta umgjörð aðlaðandi götumynd, aðlaga byggingar á landhalla, flétta byggð saman við græna geira og aðliggjandi náttúru, allt eftir aðstæðum hverju sinni.
Gert ráð fyrir að fyrirkomulag bílastæða verði með fjölbreyttum hætti eftir aðstæðum og þéttleika byggðar. Áhersla á að blanda húsagerðum innan reita, en til þess, og það gert til þess að auka félagslega blöndun, styrkja samfélagsheild og búa til forsendur fyrir aukin lífsgæði allra hópa. Þannig skapast tækifæri til þess að blanda þjónustustofnunum og starfsemi svo sem hjúkrunarheimilum, sérhæfðum búsetuúrræðum og fleira saman við aðra búsetukosti að blandaðri gerð og eignarhaldi. Við erum full tilhlökkunar fyrir komandi mánuðum og samstarfi við Reykjavíkurborg, íbúa og aðra hagaðila áframhaldandi mótun nýs samfélags við hlíðarætur þar sem áhersla verður á gæði umhverfis og fólk verður sett í fyrirrúm. Takk fyrir. Dásamlegt og innilega aftur til hamingju. Þetta verður spennandi. Við erum auðvitað ekki bara að skipuleggja eða að byrja að skipuleggja alveg glæni í hverfi. Heldur erum við líka að fara að gera það með mjög nýstárlegum hætti. Og hingað næst á svið hún Margrét Lilja Gunnarsdóttir, en hún ætlar að fara yfir með okkur hvar við erum stödd í þessu ferli, í þessari nýju uppbyggingu sem í vændum. Gjörðu svo vel. Bara takk fyrir og bara innilega til hamingju öll með að við séum loksins komin með drög að rammaskipulagi og komin með eitthvað sem við getum farið að ræða saman Og það eitt af því sem við erum að gera og ég formaður starfshóps sem var stofnaður til þess að finna nýja leið að nýju hverfi. Og verkefnið okkar var í rauninni gegnum opinbert innkaupaferli að móta nýja leið að uppbyggingu á nýju hverfi og með það markmið að hraða húsnæðisuppbyggingu en á sama tíma að byggja innviðina og byggja þá á réttum tíma. Þegar ég tala innviði þá ég að tala götur og göngusvæði og opin svæði og leikskóla og grunnskóla. Það eru okkar innviðir í þessu samhengi. Til þess að þetta sé raunhæft að þá var skipaður og bara ég myndi segja að þetta bara mjög sterkur starfshópur. Þarna erum við með Ámunda, okkar besta mann sem bara meðal annars byggði þetta hús. Hann búinn að byggja innviði fyrir Reykjavíkurborg bara í 10 ára áður en ég var fædd sko. Oddrún sem bara með lóðaúthlutanir hjá borginni og okkar besta manneskja í því. Við erum með áhættustjóra borgarinnar Stefaníu sem búin að vera sviðsmyndagreina alls konar ólíkar myndir og bara ykkur að segja, við erum bara að sjá þessa hönnun hér í dag, þannig að við erum búin að vera bara með autt blað og bara hugsa allar mögulega myndir og reyna að undirbúa hlutina. Og svo erum við með Margréti Láru sem búin að vera að halda okkur saman. Hún starfsmaður hópsins og hún líka tenging okkar í aðalskipulagið og allt skipulagsferlið. Þannig að þessi hópur gerir bara þetta mögulegt og sýnir fram á raunhæfni verkefnisins. Og við erum mjög heppin að vera með svona hæft fólk í þessum hóp. Það sem kannski svolítið svona skemmtilegt eða það sem við erum að gera að fara í opinbert innkaupaferli á að byggja upp þetta svæði. Það þýðir að aðilinn sem við ætlum að semja við, sem mjög oft talað innviðafélag. Innviðafélag í rauninni ekki til á þessum tímapunkti. Það eru einhver aðilar sem þurfa að vera saman og mögulega lífeyrissjóðir og uppbyggingaraðilar og svoleiðis sem stofna félag og það það sem við tölum innviðafélag. Það ekki stofnað og það ekki komið en þegar við hefjum innkaupaferli þá þurfa aðilar að stofna það og þurfa að vera í samkeppni og það ekki nóg að stofna 1 félag, það að stofna 2 af því það að vera samkeppni með það. Og í innkaupaferlinu þá partur af samkeppninni að skipuleggja lóðina áfram út frá þessum ramma hluta aðalskipulag sem núna komin drög af. Það sem á svo að gerast það að aðilar fá að byggja þegar við erum komið með samning við einn aðila að þá mun hann byggja innviði og leið hann búinn að byggja ákveðna hluta innviðum þá afhendum við þeim byggingarétt í staðinn. Þannig að eðli málsins samkvæmt það varð engin peningar sem fara á milli heldur fáum við innviði og afhendum byggingarétt í staðinn.
Þetta algjörlega fordæmislaust. Þetta fordæmislaust á Íslandi, en ég hef ekki nokkur staðar séð nákvæmlega þessa leið og það svona margir búin að vísa í alls konar mögulega, en akkurat eins og við erum að gera þetta, ég hef ekki fundið það neins staðar, þannig að ef þið vitum eitthvað, endilega látum við vita. Það sem mjög algengt erlendis, ef við skoðum svona fordæmi erlendis, að það sambærilegt og það sem verið að gerast í Blikastaðalandi, þar sem að uppbyggingaraðili á lóð og semur við sveitarfélag það að byggja innviði gegn því að fá að deiliskipulagja og byggja lóðir sem partur af því sveitarfélagi. Það sem við þekkjum líka til dæmis þegar við byggjum Hörpuna og þegar við erum að byggja ákveðið hús eða byggja ákveðna innviði og endurgreiðum í formi byggingaréttar. Það líka til, það mjög þekkt. Við höfum sjálf gert svokallað Vesturbugt verkefni þar sem við þar sem aðili átti að byggja og fá og við áttum að fá innviði í staðinn. Þannig að þetta nákvæmlega þessi útfærsla algjörlega fordæmislaust. En við höfum auðvitað við höfum farið í svona innkaupaferli og við höfum byggt götur og byggt lóðir og við höfum skipulagt með uppbyggingaraðilum. Þannig að við erum ekki að gera neitt nýtt, við erum bara að raða þessu saman á ólíkan hátt. Það sem að starfshópurinn búin að vera að gera núna síðustu vikur og mánuði, við erum búin að vera í hagsmunaaðilagreiningu, við gerðum markaðskönnun þar sem við erum að tala við uppbyggingaraðila, verktaka, lífeyrissjóði og aðra fjármögnunaraðila af því þetta mögulega innviðafélag eða þessi sjóður eða hvað sem aðilar vilja kalla sem munu bjóða út, við þurfum að vita og við þurfum að gera verkefni aðlaðandi fyrir þau. Við gerum innviðareikni, við greindum áhættur, við virkjum samtal við hagsmunaaðila og settum að stað greiningu og þarfalýsingum vegna þess að það þarf auðvitað að vera ákveðnar skilalýsingar fyrir það hvernig við viljum fá götur og lóðir og leikskóla og svo framvegis. Við tókum saman dæmi áhættur og stærsta áhættun okkar bara það að gera verkefni nógu ákjósanlegt að aðilar vilji taka þátt og það sé raunhæft og það sé hægt og þeir geti stofnað félag og það sé spennandi. Og það líka bara mesta áhættun okkar að aðilar úti kunni það ekki. Það líka bara rosa mikil áhætta í því af því að við höfum ekki gert þetta áður og það dýrt að taka þátt í svona ferli og það sé nógu vel skýrt og skilgreint og nógu vel stýrt þannig að það sé hægt að taka þátt í því. Það líka bara mikil áhætta fyrir okkur að Reykjavíkurborg fá innviði af réttum gæðum af því að það það sem skiptir mjög miklu máli en líka það að við fáum rétt magn af innviðum á réttum tíma. Og það það sem mér langaði líka að sýna og það eitt af því sem við erum búin að gera og áhættustjórinn okkar Stefánía stilti upp svona geggjum bara innviðareikni sem reiknar út forsendur af því að bjóðendur þurfa að koma með einhverja tillögu að lausn og þá þurfum við að reikna út hversu góð þessi tillaga í raun fyrir okkur. Hvenær hann að leggja til að hann skili innviðum og hvenær það nauðsynlegt og hvaða innviði þarf að gera og hérna til dæmis og ég bara teka fram þetta algjörlega bulltölur við vorum ekki einu svona með forsendunar þegar þetta var sett upp en bara til þess að sýna hvernig þetta lítur út myndrænt þegar við erum að hugsa bara fjölda íbúða og hvenær fyrsti leikskólinn þarf að vera að koma og hvenær næsti þarf að vera að koma og svo þriðji eða hvenær leikskóli þarf að vera byggður þannig að við séum ekki með laus þannig að innviðirnir séu örugglega til á réttum tíma og það líka kostnaðarsamt að vera með tóma innviði og það engin áhugi á því. En við ætlum að halda vel á spöðunum, við erum á fullu að greina og fullu að vinna og okkar markmið það að við séum að skila af okkur núna í vor það sem við erum búin að greina áhættur og kostnaðar áætla allt. Við erum að fullu að vinna þarfalýsingu þannig að þegar rammaskipulag tilbúið og búið í ferli að þá séum við tilbúin og við getum farið bara í opið útboð á þessu verkefni. Þannig bara takk fyrir. Kærar þakkir og þá ætlum við að fikra okkur aðeins í vesturátt af því að við ætlum að fara aftur í Ártúnshöfðann og hún Tinna Stefánsdóttir, teymistjóri hjá Reykjavíkurborg, hún ætlar að segja okkur hvernig gengur nú að breyta iðnaðarsvæði í íbúabyggð. Gjörðu svo vel, Tinna.
Hæ Elsimul. Ég ætla að fá að kynna fyrir ykkur eitt stærsta uppbyggingasvæðið í Reykjavík sem á Ártúnshöfða og nær niður í Elliðaárdal. Saga uppbyggingar borgarhlutans hófst formlega árið 2014 þegar haldin var hönnunarsamkeppni og var tillaga Arkís, landslags og verkís fyrir valinu. Út frá því var unnið að rammaskipulagi fyrir svæðið. Þeirri vinnu lauk árið 2017 og í framhaldinu af því var svæðinu skipt niður í minni deiliskipulags áfanga til að styðja við uppbygginguna. Ártúnshöfði hluti af stefnu borgarinnar þéttingu byggðar og sjálfbæra borgarþróun. Markmiðið að mæta þörf fyrir húsnæði innan borgarmarka. Þegar uppbyggingu lýkur gert ráð fyrir allt að 7.000 íbúðum og allt að 20.000 íbúum í hverfinu. Hugmyndin að þróa lifandi og blanda hverfi þar sem að íbúðir, vinnustaðir, útisvæði og þjónusta í góðum tengslum. Eftir umtalsverðan undirbúning hófst uppbygging árið 2023. Fyrstu íbúar fluttu inn á síðasta ári. Í dag 686 íbúðir í uppbyggingu og þar að auki 1.300 íbúðir í hönnunarferli. Svæðið mun því halda áfram að byggjast upp í áföngum á næstu árum. Hér sjáum við, hvernig hverfið kemur til með að vaxa á næstu árum, en grænu súlurnar sýna okkur fjölda íbúa sem í raun og veru, uppsafnan íbúafjölda á ári, en bláa línan sýnir okkur uppsafnan fjölda íbúða á ári. Þannig að með við þessa uppbyggingu og ef allt gengur eftir, þá má gera ráð fyrir 7.000 manna hverfi eftir 5 ár. Þannig eins og við sáum áðan þá svæðið í hraðri þróun og Ártúnshöfði mun vera blandaður borgarhöfði með íbúðum, atvinnustarfsemi, þjónustu og útisvæðum. En samhliða þessari uppbyggingu einnig lögð áhersla á góðar samgöngutengingar og þar mun borgarlína spila stórt hlutverk. Og einn mikilvægasti þátturinn í samgöngum á Ártúnshöfða verður borgarlínan sem mun liggja Ártúnshöfðan og tengja hverfi betur við aðra hluti borgarinnar. Á myndinni uppi til vinstri þá sjáum við með rauðri línu hvernig borgarlína kemur frá Stórhöfða og niður í gegnum hverfið og þaðan í átt að miðbænum. Og vegna mikils landshalla á svæðinu þá verður brú sem verður lykilþátturinn í því að tengja efra svæðið og neðra svæðið saman og bæta þá aðgengi fyrir gangandi og hjólandi líka. Og hér sjáum við hvernig göngustígurinn kemur til með að vera undir brúna og verður mjög bjartur. Þannig að uppbygging á borgarlínu áætlað að hefjast núna í sumar. Í skipulaginu gert ráð fyrir uppbyggingu á skólaþjónustu fyrir hverfið og þegar hverfið verður fullbyggt gert ráð fyrir allt að 1470 grunnskólabörnum og 840 leikskólabörnum. Þannig að til að mæta þeirri þörf þá gert ráð fyrir 3 grunnskólum í hverfinu og þar hafa verið 2 fyrir yngri stigin og 1 unglingaskóli. Og þar að auki gert ráð fyrir 5 leikskólum sem koma til með að dreifast hverfið. Og þar sem við sjáum bleikapunktinn á 2C gert ráð fyrir 1. grunnskólanum fyrir hverfið. Og síðan ætlum við að ljúka þessari yfirferð Ártúnshöfðann með því að sjá myndband af hverfinu eins og það lítur út í dag. Takk fyrir mig.
Já, þvílíkar umbreytingar, en ég veit ekki hvort að þið hugsaðu sama og ég að hver ætlar að taka þetta plast svo það fjúki ekki út í náttúruna. Ég alveg, En heyriði, það farið að líða að seinni hlutanum hjá okkur og hingað ætlar að koma Yngvi Jónasson, framkvæmdastjóri Klasa, en Klasi auðvitað að byggja hér víða alla borgina og við ætlum í þessu erindi, ekki ég, heldur Yngvi, að fjalla blandaða byggð í miðju höfuðborgar sem borgarhöfðin. Þannig að gjörðu svo vel, velkomin. Jæja, góðan daginn. Nú erum við búin að sjá þetta mikið af ryki og steypu, en mér langar aðeins að sýna ykkur aðeins inn í framtíðina í þessu frábæra hverfi sem í uppbyggingu og þessu nýja borgarhluta sem við í Klasa höfum kosið að kalla borgarhöfða. Þetta búið verið í þróun í langan tíma. Við byrjum að fjárfesta á svæðinu 2005 og við erum búin að vera að vinna í þessu síðan. Þannig að nú mjög gaman að sjá þetta verða að veruleika. Þetta eins og við komið fram, stærsta uppbyggingarsvæði borgarinnar en það sem skiptir öllu máli að þessi uppbygging í þunga miðju borgar. Og það sem skiptir líka miklu máli að það ekki einungis íbúðir, heldur það verður líka þjónusta og allt sem þarf að vera í nýjum borgarhluta, skrifstofur, þjónusta, vinnustaðir, þannig að þetta heildar uppbygging og allt styður hvert annað. Við erum búin að fara aðeins yfir þetta nokkrum sinnum, en það ótrúlega mikið í gangi og það sem gleymist stundum að í bryggjukjörinu náttúrulega nú þegar búin að vera í mörg ár mjög margar íbúðir. Nú að ég held yfir 800 íbúðir nú þegar á norðursvæðinu. Það eins og kom áðan fram 700 íbúðir í uppbyggingu og þær verða tilbúnar eftir þá rúmt ár. Það þýðir að það verða 1500 íbúðir á svæðinu sem náttúrulega mjög umtalsvert mikið og þar að auki margar íbúðir í hönnun. Eins og kom fram áðan þá eru 2 verkefni og eiginlega 3 komin í sölu, Eirhöfði 7 og Breiðhöfði á vegum Skugga og þetta komið á netið og byrjað að selja og 1 verkefni að koma núna mjög fljótlega. Þannig að verkefnið byrjað. Við í Klasa erum síðan að byggja fyrir fasteignafélagi Heima 10.000 fermetra skrifstofuhúsnæði við Breiðhöfða og það aftur styður ennþá frekar við verkefnið að þetta sé blönduð byggð í miðju borgar. Aðeins til að sýna ykkur hvernig þetta getur þróast næstu árin, að það mjög spennandi að núna erum við kannski með rúmlega 800 íbúðir. Þetta það sem að byggjast núna upp og verður þá tilbúið. Við vitum að þetta verður tilbúið á þessu og næsta ári. Þá að koma 1500 íbúðir. Það mikið í hönnun og undirbúningi og við sjáum fyrir okkur að miðsvæði fari næst af stað. Krossamýratorg með íbúðum, atvinnu og þjónustu og þá geta verið komið yfir 2000 íbúðir. Og þetta endar allt þannig að eins og plönin eru núna þá þetta að minnstakosti 6500 íbúðir og jafnvel 8000 íbúðir sem getur komið á ekki mjög löngum tíma. Og það hugsað fyrir flestu, það eins og ég segja verið að byggja alla þjónustu upp og sem náttúrulega skiptir máli að þetta sækja allt innan hverfis. Á Krossamýratorgi hjarta svæðisins og þar svona lykilatriði varðandi þjónustu og afþreyingu. Þar gert ráð fyrir menningarhúsi. Reykjavíkurborg með það í skoðun að það sé menningarhús fyrir hverfið. Þar mikið af verslunarrýmum, það 10.000 fermetrar á jarðhæðum sem geta verið með verslun, þjónustu og afþreyingu. Ýmis þjónusta, við erum að tala matvöru, við erum með samkomulag bónus, það líka sagt nærþjónusta, önnur veitingastaðar og afþreying. Og við erum núna bara að stilla upp og tala við áhugasama aðila rekstur í þessum nýja kjarna. Við erum búin að hanna líka skrifstofuhúsbyggingu, hágæða skrifstofuhúsnæði við Krossamýratorg sem 14.000 fermetrar og bíðum bara eftir því að einhver góður aðili vilji koma og hafa sína starfsemi í þessu húsi og þarna þetta gott hús fyrir bæði stórar höfuðstöðvar eða minni aðila. Og það mikið hugsað gæði og nútíma tækni atriði varðandi útfærslur á þessu.
Nú, mikið talað bílastæði og við munum hafa bílastæði. Við getum haft skoðanir á því hversu mörg þau eru, en það undir miðjunni eru 1000 bílastæði í opnum kjöllurum sem verða til afnota fyrir þá þennan kjarna og íbúana í hverfinu. Þannig að við erum nokkuð björt með að það sé í lagi. Á Krossamýratorgi eru til viðbótar 270 íbúðir sem eru líka í hönnun og langt komið og væri hægt að byrja mjög fljótlega. Á Eirhöfða hefur verið með þróun lífsgæðakjarna sem þannig möguleika á hjúkrunarheimili, íbúðum fyrir 60 ára eldri og ýmissi tengdri þjónustu og sem mjög spennandi að byggja lífsgæðakjarna inn í tiltölulega þéttu miðsvæði sem ekki alltaf og það eru örugglega margir sem vil sjá fyrir sér að vera á slíkum stað. Við erum í dag með 133 íbúðir í byggingu sem verða tilbúnar á næsta ári og erum einnig með hönnun yfir 200 íbúðir við Eldsöða sem líka í raun hægt að fara á stað þegar aðstæður leyfa. Það mikið að vera og stutt í að framtíðin verði svona, þannig að bara spennandi verkefni framöndan. Takk fyrir. Herri, já, alveg meiri háttar, en við ætlum núna að færa okkur kannski úr þessu svolítið stóra yfir í annað sem aðeins minna, en ekki síður mikilvægt, og það eru kjarnasamfélögin. Og þetta, eins og borgarstjóri fór yfir, rataði inn í samstarfssáttmála okkar og núna í vikunni fengum við þessa æðislegu kynningu í umhverfis- og skipulagsráði sem að Þórhildur Bryndís Guðmundsdóttir ætlar að sýna ykkur hér og fara yfir hvernig kjarnasamfélögin hafa birst í sögu Reykjavíkur og hver tækifærin í Reykjavík eru fyrir kjarnasamfélögin. Þannig að vertu hjartalega velkomin. Gjörðu svo vel. Já, takk. Góðan daginn. Ég var að segja ykkur frá mjög spennandi nýju verkefni sem við erum að fara af stað með núna, sem hugmyndasamkeppni kjarnasamfélög. Ég ætla að byrja að fjalla greiningavinnu sem var unnin bara í undirbúningi fyrir verkefnið. Svo mun ég segja frá áherslum. Glæran eitthvað ekki? Svo mun ég tala áherslur sem að koma út úr þeirri greiningavinnu og enda síðan á að segja ykkur frá þessum 2 lóðum sem við erum búin að velja inn í verkefnið. Já. Passa. Erum við að fá glærurnar eða? Ég er ekki með það hér. Okay. Já, við erum ekki að finna upp hjólið þegar við tölum kjarnasamfélög og það bara til fjölmörg dæmi úr húsnæðissögu Reykjavíkur og erlendis frá sem að við getum fengið innblástur frá. Og ef við hugsum bara sambúðina sem húsnæðisfyrirkomulag þá það í rauninni elsta húsnæðisform okkar Íslendinga. Í torfbænum þá náttúrulega bara bjót fólk mjög þétt og vinna og heimilislíf fór saman alltaf innan sama rýmis. Og íbúarnir sjálfir sáu að byggja upp heimili sín og breyta og bæta eftir þörfum og efnum hverju sinni. En svo eftir því sem við vorum komin inn í 20. öldina og þéttbýlismyndun á Íslandi fór að þróast, þá fengum við svona meira vönduð og endingagóð dæmi eins og verkamannabústaði við Hringbraut, þar sem það var mikið lagt upp úr sameiginlegum rýmum og íbúar höfðu sameiginleg þurrkhús og þvottahús með beinu aðgengi inn í sólríka inngarða. En í verkamannabústaðum höfðu íbúarnir ekki lengur þessa beinu aðkomu að mótun híbýla sinna. Það var eins og önnur saga í byggingarsamvinnufélögunum sem urðu ansi umsvifamikil á 20. öldinni, en þar kom saman félagar oft úr sömu atvinnugrein og byggðu sér saman hús eins og blokkirnar við Sólheima. Þar var bara mikil áhersla lögð líka á sameiginleg rými og efstu hæðirnar, útsýnishæðirnar voru teknar frá fyrir rými eins og sameiginleg þvottahús, samkomusali íbúa, leikherbergi og þaksvalir.
Og það sem var merkilegt við samvinnufélaginu var að þar hafði fólk líka bara beinan þátt í byggingarferlinu og gat þannig líka dregið úr sínum húsnæðiskostnaði með því að leggja fram vinnu. Frostafold 20 hús sem byggir á svipaðri hugmynd og Sólheimablokkirnar, þar sem efsta hæðin tekin undir sameiginlegt þvottahús og samkomusal íbúa. En þetta líka fyrsta húsnæðisverkefni húsnæðissamvinnufélagsins Búseta. Og með tilkomi Búseta inn á íslenskan húsnæðismarkað var komið nýtt eignarhaldsfyrirkomulag þar sem eignarhaldið á íbúðunum var á höndum félagsins en ekki íbúðuna sjálfra og í stað þess greiddu þau fyrir svokallan búseturétt. Og þó svo kannski byggingarsamvinnufélögin hafi svolítið lagst niður með tímanum að þá hefur húsnæðissamvinnufélagsformið lifað inn í 21. öldina og hérna sjáum við eitt af nýlegri dæmum Búseta, þar sem við erum líka aftur horfin til þessa randbyggðaforms með þessum græna sameiginlega inngarði með aðgengi inn í sameiginlegt þvottahús og samkomusal íbúa. En aftur, hér hönnunin og framkvæmdin alveg án aðkomu íbúana. En ef við horfum að erlend dæmi, þá sjáum við verkefni þar sem þessi þættir koma saman, þessi samvinnu hugsjón, eignarhald á höndum félags, en líka þessi beina aðkoma íbúa að mótun verkefnisins. Og hér annað dæmi þar sem fjölbýlishús teiknað af dogmaarkitektum, þar sem húsinu fylgir bókstaflega bara leiðbeiningabæklingur hvernig þú átt að smíða það frá bara grunni að fullbúnu húsi. En já, kjarnasamfélögin eiga margt skylt við samvinnufélögin sem störfuðu í Reykjavík á 20. öldinni og það eru margir þættir sem þarf að taka tillit við og við höfum skilgreint ákveðnar áherslur sem við viljum leggja upp með og munum leggja til grundvallar við mat á tillögum sem kunna að berast í þessa hugmyndasamkeppni. Fyrst setjum við bara ákveðin skilyrði fyrir þáttöku. Við erum að leita að teymum sem samanstanda af fyrirfram skilgreindum íbúahóp, arkitekt, teymistjóra og byggingaraðila og að þetta félag, við gerum kröfu að síðan það sé félag sem heldur utan eignarhald þessara húsa og það sé óhagnaðardrifið og skráð húsnæðissamvinnufélag. Og já, að þetta félag sé með kröfu verðstöðuleika á sínum íbúðum, þannig að það sé ekki farið í spákaupmennsku með íbúðareiningarnar og að lokum þurfa umsækjendur að sýna fram á bara líka ákveðna burði til að fara af stað með verkefni með fjárfestingar getu. Svo hefur við skilgreint bara megin áherslur eins og ég nefndi áðan og þær eru metnar til stiga við mat á tillögunum. Við metum styrk hugmyndarinnar sem liggur að baki og hvernig hún endurspeglast í hönnunarákvörðunum og við metum varanleika þessarar hugmyndar. Bara hvernig eru grunngildi félagsins tryggð í samþykktum þess og sérstaklega þegar það verða íbúa eða kynslóðaskipti að þessar áherslur og tilgangurinn með félaginu haldist til lengri tíma. Svo erum við með mat á hönnun og skipulagi af því að við gerum alveg ráð fyrir að íbúarnir sem eru að koma að sækja þessar lóðir séu búin að sjá fyrir sér í svolítið rýmislegum skilningi hvernig þau koma til með að búa saman á þessum lóðum og fyrst bara skilningur á samhenginu sem þú ert að vinna inn í, hvort þessi skýr stefna líka bara samtal milli byggingana og almenningsrýmisins borgarinnar í kring. Þá vega líka sameiginlegu rýmin mjög þungt og útfærsla þeirra og hvernig eru þau að efla tengsl annars vegar milli íbúana en líka við nærsamfélagið. Svo leggjum við áherslu mikla á seiglu, bara eins og verkamannabústaðirnir hafa staðist tímans tönn með gæði eins og bara birtu, loftgæði, útsenni að grænum svæðum sem að gera hús þess virði að varðveita og viðhalda til langs tíma. En við leggjum líka upp með því að segla húsana feli í sér ákveðin sveigjanleika þannig að skipulag og stærð íbúa geti aðlagast að breyttum þörfum. Við leggjum áherslu á þátttöku og verkefni hafa aukið vægi ef það haft samráð við íbúana í annars vegar hönnunarferlinu en líka þannig að útfærsla byggingaferlisins sé þannig að þáttaka íbúana sé bara auðveld og raunhæfur kostur. Svo síðast en ekki síst erum við bara með sterkar umhverfisáherslur og það sé hugað að líffræðilegum fjölbreytileika, náttúrulegum farvegi vatns og kolefnisfótspori framkvæmdarinnar. Að það sé hugað að því að lágmarka efnisnotkun og efnisval taki mið af útlosun byggingarefnana.
Ok, og þá það lóðirnar. Við erum með 2 lóðir sem við erum búin að velja inn í verkefnið, ein í Efra Breiðholti og önnur í miðborg Reykjavíkur. Hérna sjáum við lóðina í Yssufelli á ljósmynd sem var tekin þegar Breiðholti var bara tiltölulega nýbyggt og lóðin sem umræðir skipulögð fyrir raðhús í samræmi við núverandi raðhúsabyggð. Þetta deiliskipulagi í gildi og lóðin ætluð fyrir 9 einlyftar raðhúsaeiningar með risi og sameiginlegu bílaplani á vesturhluta lóðarinnar, en með tilkomi kjarnasamfélags líka möguleiki á að endurskoða þetta skipulag. Í umhverfinu eru einlyft raðhús svolítið ráðandi byggðamynstur þar sem að hvert hús hefur sitt bil í bílskúralengju, en það sem athyglisvert í þessu hverfi að þessi skúrar eru almennt nýttir undir allt annað mögulegt en bílgeymslur. Lóðirnar í kring eru líka mikið grónar og dæmi bara myndarlega matjurtagarða og ræktun innan lóðanna, en þær eru gjarnan afgirtar með hætti sem að skapa svolítið skörp skil á milli lóðanna og almenningsrýmisins í kringum þær. Og á lóðinu okkar líka mikill gróður og það vert að taka tillit til hans og varðveita við útfærsluna. Og hér sjáum við dæmi útfærslu þar sem að þessi þættir eru svona teknir til skoðunar. Hérna til dæmis búið að endurskoða bílastæðafyrirkomulagið með tilliti til samnýtingar og vistvænna ferðamáta og þá myndast þessi möguleiki á að koma fyrir dvalasvæði á vesturenda í stað bílastæðis og svo með því að staðsetja sameignarrými á gafli raðhúsins þá tækifæri til að hafa virka framhlið á móti þessu torgi sem að rammast síðan ennþá frekar inn með að endurvekja hugmyndina bílskúralengju. Og þar væri hægt að bjóða upp á til dæmis vinnustofur eða verkstæðir eða eitthvað slíkt fyrir starfsemi félagsins. Hin lóðin Laugavegur 159. Þetta óbyggð lóð sem hefur bara staðið auð í nokkra áratugi. Hérna sjáum við lóðarinnar og það gert ráð fyrir litlu fjölbýlishúsi í samræmi við brandbyggðina sem þar fyrir. Og deiliskipulagi í gildi gerir ráð fyrir 2 hæða húsi með kjallara og risi. Og það kemur fram kvöð þarna undirgöng sem myndi þá halda þessari tengingu á milli Laugavegarins og Skúlagarðs sem inngarðurinn innan randbyggðina. Ásýnd byggðar, lóðin náttúrulega sýnilegur hluti af Laugaveginum og það vert að taka tillit bara til umhverfisins við útfærslu á lóðinni. En það sem spennandi við þessa lóð að hún hefur hennar snertiflöt við almenningsrýmið í báðar áttir. Það annars vegar Laugavegurinn, það sem Heiða talaði áðan og borgarlínan að koma beint fyrir framan. En svo það Skúlagarður sem enda svona kannski óklára verkefni en almenningsrýmið sem býður upp á mjög mikil tækifæri í samnýtingu og samskiptum milli nágranna. Hérna sjáum við síðan dæmi undirgöng sem eru þegar til staðar inn í Skúlagarð. Þau eru mjög snyrtilega útfærð en það má líka hugsa sér að þessi göng á lóðinu hjá okkur verði rými í sjálfu sér með tengsl við innri rými húsana. Og svo sunnan við lóðina standa nokkuð háreist hús sem þarf að taka tillit til þegar það verið að útfæra ljós og aðkomu sólar inn á lóðina. Og lokum hérna dæmi aftur útfærslu þar sem að form hússins svolítið brotið upp einmitt til að sækja birtu úr ólíkum áttum og leið að móta ákveðin svona kantsvæði á milli götu og sameignaríma og undirgöngin að hleypa birtu inn í sameignarími á garðhæðinni og þar með líka að fjölga möguleikum á virkum framhliðum og þessum sameignarýmum sem að opnast annars vegar einmitt að Skúlagarði en að Laugaveginum sömuleiðis. Og hérna aðeins í lokin að sýna bara fjölda sólskinsstunda sem reiknuðum út fyrir framhliðarnar og meðal annars kosti þess að hleypa birtunni gegnum undirgöngin ofan í kjallararýmið. Þannig að já, svona í lokin við erum með þessar 2 mjög ólíku lóðir með fjölbreytt tækifæri og það verður bara virkilega spennandi að máta hugmyndir kjarnasamfélag á þessum staðsetningum. Og ég bara býð ykkur öllum að fara núna inn á reykjavík.is/kjarnasamfélag því að hér með erum við búin að opna fyrir umsóknir og ég bara hlakka til að sjá hvað kemur út. Geggjað og eftirtektarsamir tóku þetta eftir áróðri Framsóknarflokksins í þessari kynningu, eða ekki? Gott, nei, hún fór hratt yfir þá glæru. En það var sem sagt einhver kosningabarátta og svona
borði eitthvað, XB. En gott, það man enginn eftir því. Næst á svið, við höfum auðvitað bara algjörlega frábært starfsfólk á umhverfis- og skipulagssviði. Alveg meiriháttar. Öll þessi verkefni eru auðvitað, við í pólitíkinum, við fáum að skreita okkur með þessum verkefnum á tillitum, en það eru auðvitað harðduglegt starfsfólk á umhverfis- og skipulagssviði sem að situr við og gerir okkar hugmyndir, láta okkar hugmyndir rætast. Og auðvitað þurfum við að vera með gott skipulag til þess að afgreiða að allt gangi eins og smurðvél. Og hún, nafna mín, Líf Gunnlaugsdóttir, verkefnastjóri hjá umhverfis- og skipulagssviði, hún ætlar að koma hérna og fara yfir meginferla húsnæðisuppbyggingar. Þetta skiptir auðvitað máli, ég veit að þetta er kannski ekki mest sexy, en ég er búin að sjá þessa kynningu og hún er ótrúlega sexy, þessi kynning. Þannig að, og það er líka gaman að segja frá því að mér hefur aldrei tekist að segja í tölvupóst samskeytum sæl nafna, en ég gerði það núna í fyrsta sinn því ég sendi henni skeyt daginn. Þannig að Líf, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég er náttúrulega þvertök fyrir að þetta sé ekki mest spennandi kynningin, en hún er vissilega síðasta kynningin og stutt og skörp vonandi. Við höfum nefnilega verið í mjög miklum skipulagsbreytingum undanfarið með ýmis markmið, mjög háleit og erum að vanda okkur afskaplega mikið við að láta þau ganga upp. Ég starfa á skrifstofu skipulags- og byggingamála. Glæran fyrir ekki af stað, frekar en hjá Þórhildi. Strákar, getið þið gert eitthvað í því? Glærunar. Má ég í það? Já, ég skal bara nota þetta gamla mótan. Og það hefur verið virk umbótavinna við stofnun nýrrar skrifstofu sem ég tilheyri. Þetta er auðvitað skrifstofa sem fer yfir allt sviðið, en við höfum lagt áherslu á að styrkja samvinnu og samráð inn á skrifstofuna þvert á sviðið. Við höfum verið í verkferlavinnu undir handleiðslu gæðastjóra, þvert á sviðið líka. Við höfum verið að taka til okkar hagnýtingu tæknilausna þar sem það á við og okkur mikið munum að bæta upplýsingagjöf í verkefnum okkar. Það er nefnilega svo að eins og öll þessi flottu verkefni sem við erum búin að vera að fara yfir, að þá fara öll mál einhvers staðar af stað með hugmynd. Og við viljum sérstaklega ávarpa þessi verkefni sem við erum að skoða núna. Þau fara af stað með skipulagslýsingu og vinnslutillögu, en svo kemur kannski í ljós að hún er ekki alveg tilbúin. Og kannski ekki alveg í samræmi við væntingar og þá byrja tafir. Hvað er eiginlega að gerast, spurja sumir þá. Þegar við erum að breyta ferlum og ákveða hvernig við ætlum að vinna verkefnum okkar, þá skiptir auðvitað máli að spyrja hvaða upplýsingar skipta ykkur máli í verkefnum okkar. Hvað er málið statt og hvað er að gerast og hvað gerist næst. Og það sem við viljum öll vita í tengslu húsnæðisuppbyggingu, hvað tekur að langa tíma. Hvernig getum við gert þetta samtal skýrara? Við erum í innri vinnu og við erum auðvitað að vona að hún skili sér í skýrara samtali, þannig að okkar vinna skilir sér í því að þið vitu betur hvað er að gerast hverju sinni og hvers er að vænta. Með þessu viljum við bæta gæði ákvarðana og styðja við faglega verkefnastjórnun, innra og ytra og að hagaðilar, þið sem eru hér sum, fái skýrari upplýsingar hvað mál eru stödd hverju sinni og hvað eru framundan. Og hvað erum við að tala? Það er ástæða fyrir að þessi glærukynning er mjög einfald og minimalísk. Það er vegna þess að við viljum ná fram skýrleika. Hvaða skref erum við að taka, hvaða ákvarðanir og hvaða samráð er nauðsynlegt og hverjar eru kröfurnar fyrir næstu skref. Þessi vinna er enn í gangi, en með þessu viljum við bara ávarpa það að við erum tilbúin í samtalið sterkara upp að verkefna, meira samráðsnemma og greina tækifæri og áskoranir fyrir í ferlinu. Því það skiptir svo sannarlega miklu máli fyrir framvindu verkefnuna. Fáum við minni óvissu, betri upplýsingagjöf, verkefnastjórnum verið auðveldari og auðvitað það sem skiptir öllu máli í öllum verkefnum er að auka traust. Mér langar nefnilega að sýna ykkur þegar maður fer að fræðast skipulagsferlið hvernig það lítur út fyrir okkur í draumaheiminum. Það byrjar hugmynd og við förum að vinna ykkur á tillögu og svo kemur auglýsingin, deiliskipulag og formlega ferlið. En ef við greinum eitthvað verkefni þá er ferlið auðvitað flóknara. Þarna er eitt verkefni sem við vorum að skoða sem að fara fram og tilbaka á nokkrum stigum vegna þess að tillagan er ekki í samræmi við væntingar, svo verða tafir og langt líður þangað til að fer sem staðfest deiliskipulag í B-deild og við getum farið að vinna með það inn í húsnæðisáætlun. Við viljum auðvitað að þessi vinna skili sér inn í verkefnin þannig að það sé mikill ávinningur af skýrara ferli.
fyrir íbúa, þannig að frambúð íbúa standist í borgin okkar og við fáum betri borg til að búa, fyrir hagaðalana, fyrir betri yfirsýn yfir verkefni sín og skýrari upplýsingar og þetta fyrir stjórnsýsluna, að ferlarnir okkar séu skilvirkari og skýrari ábyrgð og verkefnin okkar séu að þeirra gæðum sem til ætlast. Skilaboðin eru þar af leiðandi bara mjög einföld. Við erum á þessum stað í vinnunni og við viljum tala við ykkur. Við viljum sýnilegra ferli og meira samtali það og við erum tilbúin. Takk fyrir. Herðu, frábær tímastjórnun hérna. Ég þarf nefnilega að vera mætt á fund eftir smástund. Þannig að það er gott að tímaáætlunin stóðust. Mig langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Það er gaman að sjá hversu margir hafa áhuga á skipulagsmálum og samgöngumálum í Reykjavík. Við erum auðvitað á fleygiferð í mörgum skilningi. Það er gríðarleg uppbygging. Hún hefur átt sér stað, hún er framundan og borgarlínan er bara að verða sýnilegri með degi hverjum. Þannig að mig langar að þakka öllum sem að fluttu hérna erindi. Mig langar að þakka ykkur og innilega aftur til hamingjuvinningshafar í höllum eða hverfinu hans Halla, eins og þetta er innanhúsbrandari sem að bara skipulagsfólki skilur. Ég ætla bara að leyfa mér að henda honum hérna inn og ég ætla að bjóða Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra að slíta þessum fundi. Takk kærlega fyrir komuna, takk kærlega fyrir mig og áfram Reykjavík! Já, Líf er kannski svolítið búin að slíta fundinum, þannig að það er kannski óþarfi að gera það aftur. En mér langaði bara að þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur hennan tíma til þess að koma, fyrir að sýna Reykjavík áhuga, fyrir að taka þátt í verkefnunum með okkur og fyrir að vera hluti af þessari geggjuðu borg sem að Reykjavík er. Af því að borgin er auðvitað fyrst og fremst fólkið. Við erum að gera manngerða umhverfi í kring, að virðingu við náttúruna. En þið fólkið sem byggir Reykjavík, við fólkið sem byggjum Reykjavík, við erum alltaf búin til saman og þið sjáu að það er margt að gerast. Höfðin er að rísa, nýji borgarhlutin okkar. Förum þangað og fyllumst hérna kappi, keyrum eftir borgarlínunni til þess að sjá alla uppbygginguna ef okkur finnst lítið vera að gerast og höldum áfram og sjáum þetta allt sem hann verða að veruleika og ég hlakka sjúklega til. Kærar þakkir, takk fyrir að koma og gefa ykkur tíma.